Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. að hausti til. Það nú nokkuð hlýtt allavega í Reykjavík. Núna komið eins og Indian Summer held ég þetta sé kallað þegar kemur svona smá sumar í lok eða svona sem hali á sumrinu. Hún hérna hjá mér María Lilja Ingveldar Þrastardóttir Kemp. Er það ekki, ef við ekki skiljið smá svona auka sumar í lokin? Jú, það svolítið gott eftir þetta slæma sumar. Það verður það bara mjög mikilvægt. Já. Herðu, þú ert hérna vegna þess að þú ætlar að vera með það sem að við getum kallað Radio Gaza. Vera með umfjöllunum Miðausturlönd svona frá sjónarhóll í kannski Palestínumanna frekar. Jú, ekki vanþörf á. Já. Við, það er auðvitað nóg að taka. Já. Og það er bara mikill heiður og gott að geta komið þessu út í kosmósin. Já, og Magga Stína kom hingað reglulega og þú ætlar að taka við af henni sem er farin annað. En það sem að koma til þín hérna tvær konur. Já. Og eftir. Herðu það. Bara eftir hlé smá til okkur, við byrjum þáttinn á því. Mikið rétt. Já. Herðu það er hún Guðrún Margrét. Guðmundsdóttir, mannfræðingur. Starfsmaður ASÍ. Mikið rétt. Bjó í Líbanon. Eða hefur allavega sterka tengingu. Við erum mikið í Líbanon. Já. Og hún ætlar að segja okkur aðeins svona, hún ætlar svona að greina okkur aðeins frá því sem er að gerast þar. Já. Og Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur, kemur líka með henni. Akkurat. Þannig að þið ætla að reyna að draga upp einhverja mynd á hvað er að gerast. Já. Hvað gæti gerst. Mikið rétt. Og svona afleiðingu þess. Það fróðilegt að fylgjast með því. Hérna aftast í þættinu þá fæ ég þrjá unga sagnfræðinga til mín. Unnur Helga Vífilsdóttir, Þórey Einarsdóttir og Kolbeinn Sturlu G. Heiðursson. Það er svona málþing, það er félag 18. öldina til. 18. aldarfræði til. Það ætla að vera með málþing núna og sem eru ungi sagnfræðingar. Þau eru nú mörg í námi ennþá. Ég held að Kolbeinn sé komið með Emma, en það eru ennþá í námi Unnur og Þórey. Og ég ætla aðeins að láta þau segja mér frá því hvað þau eru með, hvað eru að fjalla á þessu málþingi. En að því þau eru svona ung, og þá ætla ég bara að tala sagnfræði og gildi sagnfræði í samtímanum. Og hvort að við sem að tapa svona söguskilningi. Það er oft sagt að fylgja nýfrjálsökinni. Við höldum alltaf þessi árið 0. Þannig ég ætla að grípa tækifærið og því að ég fæ ungt fólk. Hvað sagði mér maður daginn? Hann hefði komið í sagnfræði háskólanum og það væri svona, þeir sem væri í sagnfræðinu væri svolítið gamlir. Bara svona sálir þá? Nei, þetta er þessi uppáhaldsfag þeirra sem eru kannski búin með svona starfsferilin, ákveð allt í að fara í háskólana því að og þá er sagnfræði. Já, svona til þess að kannski skilja betur svona veruleikar sem að þau tilheyra. Kannski kemur aukið ólíklegt. Kannski kemur aukið sagnfræði áhugi með aldrinum. Já. Herðu, en síðan kemur Benjamin Julian, hann er verkefnisstjóri verðlagseftirlits Alþýðusambands Íslands. Hann er að skoða verðmið alla daga og hann hefur komið hingað og verið með svona neytendahorn. Hann og líka Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna. Mikilvægt mál að tala neytendur. Ég ætla að tala við hann það er svona virðist vera að sé að auki samkeppni á matvörumarkaði hafi lækkað matvöruverð eða hækki ekki eins mikið. Komu nýrar lágvöruverslunar eða já. Það verið aftur árið. Já, gott, samkeppni. Já, þannig að við höfum reynt að skilja hana því að samkeppnir eru á svona sumum stöðum en öðrum ekki. Þannig að ég er alltaf að reyna að fá hann til þess að útskýra ef ég færi í prís hvað ætti ég að kaupa þar af því að maður gæti farið í prís sem er einhvers staðar í Kópavogi held ég og keypt bara allt sem er 1 krónu ódýrar heldur í bónus og raunverulega 1 meiri bensín á leiðinni en það eru svona ákveðna vörur sem maður á að fylgjast með. Já, þannig að maður á að gera maður á að versla svona ákveðna vörur í prís og kannski aðrar í krónunni eða bara jafnvel í heimabyggð í næstu sjoppu. Já. Hann gerði líka könnun fjallaði það á 1944 réttunum. Já. Sem er svona þessu örbylgjumatur. Einmitt. Og þar er það þannig að þess bónus sem er svona minnsta úrvalið. Af 1944. Já. Og síðan ferðu yfir í krónuna. Þá eru þau bara 1 krónu dýrari allir réttinni sem bónus er með. En þeir réttinni sem bónus er ekki með, þeir eru mun dýrari. Já, ég skil. 1944, ég var ég minnum mig á
grín í Spaugstofunni. Ég var reyndar búin að gleyma því að 1944 réttindir væru til. En svona þurfa að segja það var hérna, Spaugstofan var með innslag þarna fyrir einhverjum 1.000.000 árum síðan, það sem þið gerðu grín af þessu branding 1944, matur fyrir gallsúra Íslendinga, það var svona skemmtur matur. Það fannst mér voðalega að fyndi þá. Tengist nú söguskilningnum sem ég ætla að tala við ungu. Já, mikið. Þegar við erum stundum annarkvort erum við að springa úr monti eða okkur finnst við vera alveg ómöguleg þegar við horfum aftur. Já. Svo kemur hann Arnar Þór Jónsson sem var í Sjálfstæðisflokknum, varaþingmaður, héraðsdómari, maður eins og kennar í háskólanum, forsetaframbjóðandi. Hann var að stofna flokk sem heitir Lýðræðisflokkurinn. Já. Það tala um henni pólitík, tala um hennan klopning í hægrinu. Já. Hvernig röðunin er Sjálfstæðisflokkurinn hægri flokkur og miðflokkurinn meiri hægri flokkur og verður svo Lýðræðisflokkurinn ekstra mikill hægri flokkur. Já. Er flokkur Arnars Þórs, er hann góð viðbót við flórun á hægri vægnum? Ég hef heyrt svona vinstri menn segja að fagna þessu, þá eru svona vonum að tvístrist fylgið víðar. Er það ekki alltaf svolítið fast, hægra fylgið? Bara svona almennt? Það fer ekki yfir miðjuna. Nei, það fer ekki yfir miðju. Ég kann alltaf ber alltaf samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og Miðflokks og það er bara ekkert að frétta þar. Nei. Þannig að allir þessar stór tíðindi einhverjar sveiflur, það er bara verið að fylgi Sjálfstæðisflokksins færist yfir á Miðflokkinn. Já. Samanlagt er þetta búið að vera, ég held að þetta verið 29,8 í kosningunum, ég held að þetta hæðslegið einhvern tímann í 31%, en annars er þetta bara að dingla þannig Já. Þannig að þetta er ekki þannig að þess vegna finnst mér oft vera rangt þegar verið að tala um svona hægri sveiflu. Já, mikið rétt. Af því að þetta er bara tilfærsla á fylgi hægra megin. Sem er eiginlega fréttirnar í pólitík Evrópu á undanförnum árum, að því að kannski fyrir eftir hrun að þá sáum við að sósíaldemókrataflokkarnir og fleira voru að missa fylgi og mörguleiti yfir til hægri eins og lágstéttarfylgið, við sáum að Boris Johnson gerði þetta í Bretlandi, Le Pen í Frakklandi og sumleiti Trump í Bandaríkjunum tóku svona lágtekjufylgi í riðbeltum þessar landa sem að litur svo á að þeir flokkar sem að þau áður treysta á verkamannaflokkurinn eða demókrataflokkurinn eða sósíaldemókratarnir í Frakklandi að þau svikið sig og ættu við ekki að bara pröfa eitthvað nýtt því að Trump og Le Pen og Boris Johnson adressuðu svona sársauka fólks á þessum svæðum að þau verið skilin eftir, verið svikin. Er þetta svolítið, svona þínu mati, heldur þetta sé svona stefnan, er Arnar Þór, er hann Boris Johnson Íslands? Nei, held ekki. Ég var að segja að þetta var það sem var að gera svona eftir hrun, að þá sá maður svona hreyfingu frá miðvinstri yfir til hægri, sérstaklega í lágstéttarfylgjum, við getum líka séð þetta bara í kosningarannsóknum á Íslandi, að samfylkingin hætti að ná eyrum þessa fólks bara upp úr aldamótum og VG svona eftir 2013 og þannig að maður sér það. En það sem er að gera svona undanfarið er meir og minna tilfærsla innan hægrisins að og það þeir flokkar sem eru að hrynja núna eru íhaldsflokkurinn, gólistarnir, það eru hægri flokkarnir sem eru að hrynja og missa fylgið yfir til ytra hægri. Já, þessar stofnanir sem svo mætti kalla, þessi gömlu flokkar. Já, það er einmitt að þessu sjáum hér að Sjálfstæðisflokkurinn er að skreppa saman og það er miðflokkurinn sem að tekur það. Og svo hefur það gerst svo til dæmis í Danmörku og víðar að þegar að kannski segjum að miðflokkurinn fær næst í ríkisstjórn, þá kemur í ljós að lofar hans að vera harður í innflytjendamálum og þá muni rísa hér upp Nýja-Jerúsalem og allt verða gott, gengur náttúrulega ekki eftir. Því það er ekki hægt, það er engin innistæða fyrir loforðunum að harka í útlendingamálum leiði til almennar velsældar þvert á móti. Danir eru komin í stórkostlegt vandræði með það að þeim vantar fleiri innflytjendur. Og þá spretta oft upp flokkar til hægri sem að segir að miðflokkurinn er bölvaður aumingi og við ætlum að gera þetta, við ætlum að berja alla innflytjendur svo að velferð ykkar mun aukast. Og sömuleyti er miðflokkurinn að gera þetta núna gagnvart Sjálfstæðisflokknum. Jú, mikið rétt. En svo geti Arnar Þór og félagi gett þetta gagnvart miðflokknum og ef Arnar Þór fer eitthvað tímann í ríkisstjórn þá verður til einhver annar sem að því þetta er endalaust. Því það er ekki raunverulega verið að boða lausn.
Þetta er bara verið að boða svona tilfinningalega tjáningu. Já, mér hefur reyndar fundist það svona á málflutningi Arnars Þórs að hans kannski svona helsti fókus sé ekki endilega útlendingamálin. Þetta hann er mikill sko svona kapitalisti, bara svona af gamla skólanum og vill bara þú veist, já, bara græða á daginn og greila á kvöldin. Já, reyndar eitt í honum og ég með hann og ég held að komi fram núna að ég talaði við hann nokkrum sinnum. Hann er mjög gagnrýninn á sko stórauðveldið. Já. Og hann er óttast það að hann myndi kannski ekki nota orðu auðvaldi, ég veit ekki hvað hann notar, en hann er vel að tala um það að peningavaldið ná undir sér stjórnmálunum, ná undir sér fjölmiðlunum, ná undir sér stjórnsýslinu og ríkisvaldinu og allt kerfið er eiginlega stýrt með þeirra hagsmuni og almenningur, eigendur smærri fyrirtæki og svona eru bara leiksoppar í einhverjum heimi sem er stýrt af hinum allra ríkustu. Já, þetta hljómar reyndar svona svolítið eins og eitthvað sem að Kristrún Frostadóttir myndi segja líka. Þannig heldur kannski Arnar Þór myndi... Ég held að hann sé meiri andkapitalisti heldur en hún. Já. Ég held að hún sé bara kapitalisti. Þannig að það er svona veltið fyrir mig hvort að hann nái þá kannski einhverju fylgi af Kristrúnu, sér það fyrir þér, hann taki af miðjunni. Ég veit ekki að fyrir eftir því svona hvort að hann telist vera svona trúalegur valkostur. Já. En ég hef ekki hugmynduð það, bara fólk, þetta kemur bara í ljós. Hann er nefndir náttúrulega í einu vanda þegar hann bauð ekki fram síðast. Að þá er að bæði Gallup og Matskina eru með það system að þau birta bara lista yfir flokkarnir sem bauðu fram síðast og þú átt að krossa við það. Já. Og svo stöður bara annað. Já, og hann er bara annað til. Og það er ekki fyrr en að þetta með sósíalistarnir fóru ekki inn á listan, fyrr en að þeir sem merktu annað voru bara, og síðan sósíalistaflokkurinn voru komnir yfir 5%. Þá sögðu könnunarfyrirtækin við sjálfan sig, ég meina það kemur bara skökk mynd ef við höfum ekki sósíalistana með. Þannig að þá duttum við inn á listan. Þannig að það getur verið að svona fyrstu kannanir, ég meina vara fólk við því að fara að meta einhvern veginn hvað erindi þessi flokkur hans á miðað við hvernig niðurstaðan verður í fyrstu könnunum vegna þess að hann verður ekki valkostu þeirra sem er að svara þessum könnunum. Einmitt. Herðu, en þetta verður sett í boði í kvöld. Við ætlum að fara til Líbanon og við ætlum að fara í hægrið og við ætlum að skoða neytendur og við ætlum að tala við unga sagnfræðinga. Það verður kvöld. Herðu, en áður en að ég fer fram og María Lilja tekur hérna við, að þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin er samstarfsverkefni okkar sem erum að búa til þetta gestan okkar og ykkar sem eru að hlusta og breyta þessu samtali í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp með að segja vinum og vandamönnum frá efni á samstöðinni, að þá stækka dreifikerfið okkar, en helst getið stutt okkur með því að gerast áskrifendur. Það eru eitthvað á 1500 manns sem hafa gerst áskrifendur hérna af kannski 40.000 manns sem eru að horfa og hlusta og það er fyrir þetta fólk sem við getum haldið út í samstöðinni að í hvert skipti sem að dettur inn í áskrift að þá reynum við að styrkja og efla dagskrárna. Þannig að það er vel varið fé og mörgum finnst að vera mikilvægt að hafa samstöðun í íslensku samfélagi og samstöðun verður ekki í íslensku samfélagi nema að góður hópur af fólki leggi okkur lið með að gera áskrifendur. Þú getur gert áskrifendur með að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráð þig fyrir 2.500 krónur sem grunnáskrift mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þið kærlega fyrir. En nú koma skilaboð frá öðrum og svo tekur María Lilja við. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Komið þið sæl aftur, hér að Rauðaborðinu í Radio Gaza. Ég heiti Marja Lilja og hér nýtekin við. Hjá mér eru góði gestir og við ætlum að fara yfir málin Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur og Magnea Marinósdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Verið velkomnar. Takk fyrir. Nú, það er svo sem að nóg taka. Það sem að við kannski, svona liggur beinast við að nefna eru þetta það sem hefur verið að gerast núna síðan á þriðjudaginn í Líbanon þegar að það fara það hefst landhernaður, það fara svo 200 skotflaugar á valin skotmörk í Ísrael frá Hezbollah og nú erum við á barmi einhvers konar stórátaka mögulega eða þetta búið, ég veit ekki, ég spyr þig kannski einmitt, maður alltaf pæli hvar byrja maður, þú veist, hvar byrjar þessi saga, þessi nákvæmlega saga til upprifjunar þá náttúrulega Hezbollah búin til búið til í kringum hernám Ísraela í Líbanon frá 82. Þannig að Hezbollah hefur raunar verið, þeir urðu miklar hetjur þegar þeir ráku út Ísraela kringum 2000 og urðu þannig miklar hetjur í Líbanon. Einhvern veginn tókst þetta. Svo einhvern veginn verður Hezbollah bara svona lögmætt eftir 92 þegar stríðið hættir og friðas akkord þannig einhverjir, ég man ekki hvað heiti, voru svona samkomulag frið var gert og þá allt í einu lendir Hezbollah sem svona meira svona trúarhópur, þeir eru með þetta klassíska svona velferðararm, herinn og stjórnmálaaflið og allt í einu varð Hezbollah að raunverulegu stjórnmálaaflið þarna 92. Svoleiðis að þá fara þeir að gera sig mjög gildandi og verða aftur miklar hetjur árið 2006 þegar Ísrael ráðast inn í Líbanon. Við raunum að segja að Ísrael hafa tapað því stríði og svoleiðis að eftir það verða þeir mjög óvinsælir vegna þess að þeir einhvern veginn bökkum aðeins þeirra hugmyndafræði þeir eru miklu meira spenntir fyrir svæðinu sem slíku. Það að hafa svona einhvern veginn íslamskt gott samfélag í staðin fyrir að vera eitthvað að pæla í einhverju leiðinda pólitík. Þið vitið, það ekki þeirra löngun, einhvern veginn þeir lenda þar meira. Og svoleiðis að það sem gerist þarna 2011 að þeir drífa sig í stríðið að miklum ákafa til hliðar við Assad og félaga í Sýrlandi. Þannig að þá einhvern veginn verður einhvern veginn svona tilfinninga fólks gagnvart þeim sem hið sterka afl gegn Ísrael óvininum. Það breytist og verða rosalega svona brútal þar sem þeir vinna með stjórnvöldum Sýrlands gegn sínu fólki og svo veitum við það auðvitað flæktist það mjög mikið, það komu utan að komandi hópar, alls konar islamista hóparnir, bandaríkjamenn voru að senda sína proxies, Gulflöndi voru að sína þetta er marglaga en saga Hezbollah náttúrulega samofin sögu Ísraels algjörlega, fullkomlega og væri aldrei til án Ísraels en ég þurfti að koma þennan bakgrunn vegna þess að nú erum við komin af 8. október í fyrra og fyrir tæpa ári síðan að þá hafi Hezbollah verið með hernað með Palestínuarbum, bara opinberan hernað, tilkynntu það strax, við ætlum að verja okkar okkar suður landsvæði á móti norður Ísrael og síðan þá hafa þeir verið í raun og veru að bomba á hverjum einasta degi skotmörk þann með þeim afleiðingum að 60.000 Ísraelar hafa neyðst til að flytja frá svæðinu og það náttúrulega svona pretext eða þú veist svona ástæðan fyrir akkurju Ísrael telur sig hafa rétt til þess að fara inn vegna þess í raun og veru má segja að Hezbollah blandaði sér strax í það stríð sem við köllum ekki stríð vegna þess að þetta náttúrulega bara slátranir, þjóðamorð skilur en samt sem áður svoleiðis að það svona og fyrir ekki Magnea, ég haldi smá áfram en svoleiðis að núna
þegar, sko, þetta byrjar náttúrulega ekki fyrir nokkrum dögum, þetta byrjar í raun og veru kannski fyrir 2 vikum þegar símbúðarnir springa allir. Einmitt, mikið rétt. Og þá maður bara, wow, ok, þetta hlýtur að vera skipulagt fyrir löngu síðan, þetta mjög undarlegt og þarna sko segja arabavini mínir bara já, sjáu þið, Ísrael skít saman fólk. Já, ég menn þetta virðist hafa verið skipulagt sko með alveg allavega árs og þetta beint af fólki. Þú veist, þetta beint af fólki. Þetta bara skilgreiningin á hryðjuverkum. Akkurat, og við Vesturlandabúar getum verið að segja já, nei, þetta eru símbúar Hizbollah-liða, en Hizbollah eru í ríkisstjórninni, þeir eru á spítalum, það er Hizbollah spítalar, þetta eru opinberir starfsmenn. Símbúðana sína heima hjá sér. Akkurat, þú eru með börnin sín í bílnum. Þannig að dóu börn í þessu tilræði. Þetta bara svona einhvern veginn svona, fólk lýsir þessu fyrir mér bara svona pínu heimsendatilfinning vegna þess að þú veist ekki hvað að gerast. Þú veist ekki hvar springur. Þannig að þetta er svona dæmigert Ísrael með sína svona þessar miklu hörku sem einhvern veginn fer yfir öll mörk hjá manni. En allavega, þar náðu þeir að drepa náttúrulega og veikja Hizbollah. Það er ekki þetta að líta fram hjá því. Og og eftir það er náttúrulega Nasrallah, Hassan Nasrallah, hann er náttúrulega bara tekin af lífi í sem sagt bækistöðum Hizbollah í Dahia sem er suðurpartur Beirút og ég er einhvern veginn bara búin að vera að spyrja vini mína hvernig ósköpunum maður sem er búin að vera í felum svo Yasser Arafat, hann er bara, það verður engin nokkuð til að vita hvað hann er. Akkur í fjandanum er hann í bækistöðunum og er drepinn þar, já, ok, það er svona og við sem fylgjast með Arabaheiminum erum mjög höllundir alls konar samsæriskenningar og auðvitað, en einhvern veginn, já, sem eru oft sannar. Svoleiðis að þá er hann einhvern veginn tekin að lífi og þú veist, maður er bara, ok, þú veist, þetta búið að veikja Hizbollah heil mikið og svo náttúrulega nýta þér tækifærið að koma inn og Magnea þú mátt taka svona hvernig þetta hefur, hver áhrifin eru þá við höldum áfram í Íran og allt það. Kannski svona í samhengi svona alþjóðastjórnmálana hver er tilgangur Ísraela með þessum landhernaði akkurat núna? Góð spurning. Nei, sko, ég náttúrulega í raun og veru að þá er það náttúrulega ríki Ísrael sem er hvað óútreiknanlegast, finnst mér, á þessu svæði. Og það eru þeir sem nota alltaf ákveðna taktík til þess að senda skilaboð. Þeir eru í raun og veru ekki að treysta því að náninu samkomulegu um eðlileg stjórnmálasamskipti þó það sé búið að gera einhverja samninga. Þannig að það er eitthvað gert á þeirra hlut. Þeir svara, þú veist, með margfalt sterkar hætti tilbaka og og til þess að skapa einhvers fælingamátt. Hins vegar að það sem að þeir eru náttúrulega og líka það að þeir eins og með Hamas að veist, það er engin friðarvilji hjá þessu ríki. Það er þannig með þegar PLO, Frelsissamtök Palestínu voru stofnuð af Yasser Arafat, að þá var að þeirra stefnuskrá að Ísrael ætti sér ekki tilvistarrétt og þeir ætli að berjast gegn Ísrael með vopnum. Þeir breyta svo stefnu sinni 87 og ná þessum friðarsamningi 93. En hins vegar að þá hafa þeir breyttu stefnu. Hamas kemur síðan til sögun 87 og það eru auðvitað ákveðna ástæði fyrir því og það má alveg halda því fram að það hafi verið slæmt að þeir skildu ekki vera tilbúnir að styðja þessa friðarsamninga. Að það var svo sem ekki heldur Ísraela, þeir létu ekki af byggingu landtökubyggða, þannig að það var grafið undan forsendu friðar á báða vegu. En hins vegar að þá hefur það gerst tvisvar, minnskosti, að Hamas hefur verið tilbúið til þess að hverfa af gera tilslækjanir, viðurkenna Ísraelsríki og bara semja það að það verið stofnað palestínskt ríki og Ísraelsríki sé þar við hlið. Það hefur hins vegar aldrei verið tekið mark á því. Það hefur aldrei verið gert í stað þess að það náttúrulega fara þeir í þetta að uppræta Hamas í eitt skipti fyrir öll og þeir eru að gera nákvæmlega sama núna, þú veist, hvetja fólk til þess að flýja í burtu, þeir eru að uppræta Hizbollah og svo eru þeir náttúrulega með Íran sem er þarna á bakvið og þeir eru líka, þetta er, Íran hefur
held ég, samkvæmt því sem ég lesi mig til og líka bara það sem maður hugsar, ef þú ert skynsamlegt ríki, þeir hafa engan áhuga á átökum við Ísrael. Þeir eru náttúrulega að svara fyrir sig og það var náttúrulega komin gagnrýni á það. Það var ekkert að gerast eftir að Ismail Haniyeh var drepinn, þú veist, í Teheran og eftir að þeir drápu Nasraf og þeir sendu náttúrulega flaugar núna 200 á ákveðin skotmerk og Írani vita það alveg að þeir eru loftvarnakerfi Ísraels og með stuðningi síðan Bandaríkjanna sem voru skipaðir í Miðjarðarhafinu og Breta og Jordana aðstoð til við það að það verða ekkert mannfall og utanríkisráðherra Írans sagði þetta var svar við þeim árásum hafa orðið. Við munum ekki senda fleiri sprengjur yfir til Ísraels nema Ísrael ákveði að þeir ætli að hefna fyrir þetta. Vegna þess að þeirra yfirlýsingar eru í raun og veru alltaf á þennan hátt. Þeir eru að svara fyrir sig og líka það. Og maður hefur tekið eftir því líka með Íranina. Þeir hafa verið mjög skýrir með það að þeirra skotmörk eru hernaðarskotmörk. Og þeir fari markvisst í sínum hernaði í því sem á að heita hernaður í að svona lama ákveðna innviði, hernaðarlega innviði og skemma í rauninni andstöðu herinn en þeir ganga ekki það harkalega fram að það verði mannfall. Nei og þeir náttúrulega hafa líka tilkynnt fyrirfram að þeir séu að fara að senda sprengjur en það sem gerist líka, það kemur gagnrýni frá öðrum Arabalöndum það að þeir séu ekki að styðja við þessar sveitir, Hamas og Hezbollah og bara Palestínu og málstað Palestínu með að gera ekki neitt. Þannig að þeir verða að svara fyrir sig. En svo náttúrulega Íran, þetta Sjíaríki, þetta minnihlutahópur í Miðausturlöndum. Það hefur alltaf hefðbundi verið átök og svona tókstræta á milli, til dæmis Sádi-Arabíu, svona sunni múslimana og Írak og þeir í raun og veru, eins og ég hef lesið mér aðeins til og reyndar mjög áhugaverður sérfræðingur í málum Íran sem heitir Ori Goldberg og hann gyðingur og Ísraelsbúi og hann kennari í einum svona einkarekna háskólanum í Ísrael og hann fer það er búið útilokan frá fjölmiðlum meira og minna fyrir utan það sem hann rekur bara sjálfur núna en hann út af því að hann fer í viðtal og þeir taka alltaf hann svarar spurningum og svo fara þeir með til ritstjórnarinnar og honum ekki boðið viðtal og út af því að hann með svona óhefbundnar skoðanir á því hvað málið en hann náttúrulega verið að benda á það að Íran í sjálfu sér óöryggt sína stöðu nákvæmlega eins og Ísrael óöryggt með sína stöðu. Íran fer í það að finna sér svona bandamenn sem eru náttúrulega líka þú veist síamúslimar eins og Hezbollah Hamas ekki síamúslimar en það sama. Þeir eru líka að styðja andspyrnuna og mótspyrnuna gegn Palestínu þó að hann haldi fram að það sé svona undirmarkmið á meðan að Ísrael að gera nákvæmlega öfugt. Þeir leita ekki eftir friðsamlegum lausnum eða samkomlu við sína nágrannaríki nema auðvitað að þeir sigruðu bæði Egyptaland og Jordaníu í stríði og þeir neyddust til að gera friðarsamninga. En aðra, þeir reiða sig algjörlega á það að sýna mátt sína megin með notkun hernaðarvalds, svara öllu, miklu kröftugri, reyna að skapa fælingamátt og segja hei, ef þú vogaðir að gera eitthvað þá svörum við bara tvöfalt tilbaka, svo reiða sig algjörlega á stuðning Evrópu og Bandaríkjamanna. Þeir eru þarna eins og ríki í ríkinu sem nefnilega svolítið merkilegt sem að valda líka mikil ólgu og það sem óhugulegt í þessu finnst mér og það við erum náttúrulega ekki vön að hugsa Bandaríkin öðris en kannski svona sem eitthvað svona benign state eða svona gott ríki. Já, bara við erum bara bandalagsþjóð. Já, og við erum bandalagsþjóð, en þú veist, Bandaríkjamenn rosalega miðað við mína reynslu. Ég vann eins og í Bandaríkjasendiráðinu og var í námi í Bandaríkinu. Þeir eru ósala mikið svarthvítan hugsunarhátt og það eins og þessar yfirlýsingar, þú veist, annarkvort bandamaður okkur eða andstæðingur, you're either with us or against us. Og og þeirra mantra, það að þeir koma strax með þetta að Biden, að Ísraelar geti varið sig gagnvart árásum frá Íran en það þurfa að vera í samræmi við tilefnið, proportional, eins og notað í lögum. Nema hvað, að
að til dæmis Kínverjar, þeir eru að hafa skoðanir á þessu og þeir eru að benda á það að Bandaríkin að í staðan fyrir að leika svona uppbyggilegt ról í þessu, það séu í raun og veru alltaf að ýta undir ólguna þarna á svæðinu og stigmögnunina með því að vera alltaf með þessa möntru og ég var að lesa út af því að Íran sem sagði nei, við gerum ekkert meira svo framalega sem Ísrael bara ákveða að hefna sín ekki og eins og þessi, þetta einhver hann yfir Mið-Austurlanda fræðum í Fudan háskóla í Kína og hann sagði, ég ætla að lesa það á ensku, við getum bara þýtt þetta, the US has sent the wrong signals to the wrong allies at the wrong time, leading to an escalation of the situation that is out of control and spreading. Therefore, it is likely that multi-point conflict will inevitably erupt next. Og þeir eru, svona, það mjög áhugavert að sjá, dýnamíkan líka. Ég aðeins að fá þetta heilan sem á milli Bandaríkjanna og Kína í Mið-Austurlöndum. Já, mikið rétt. Já, það nú allt undirliggjandi. Ég má aðeins taka þráðin frá þeim með ég held maður þurfi nefnilega að fara voðalega varlega í þetta sunni-shia dæmi. Já, ég veit það. Og ekki. Ég var að veitni Ori Goldberg. Ég skil það vel og ég skil að maður hafi tendens til að hugsa þetta og auðvitað þetta satt að mörgu leyti. En eins og til dæmis einmitt með Palestínu, tengsl Palestínu við Íran, að það bara einfallega vegna þess að Arabarnir hafa yfirgefið málstæðin. Þú veist, þessna einhvern veginn hafa þeir þurft að reiða sig að segja sumir, einhvern veginn þeir hafa þurft að reiða sig á Íran vegna þess að Arabarnir hafi bara farið í sæng með óvinnum í raun og veru, restina Arabalöndunum. En líka það sem það er svo fróðlegt einmitt að því að Magni er svo ógeðslega góð í þessu svona hvernig við á Vesturlöndum erum að greina hlutina, en það er rosalega gaman að vera arabamegin og skoða einhvern veginn að því það þú veist, jú, og það eru þetta sjónarhort sem að við fáum ekki í gegnum fjölmiðla og okkar eigin stjórnmál og bara sjáum ekki. Bara alls ekki. Okkar heimur er svolítið einhliða. Hann er það og einhvern veginn eins og Magni var að segja þessi ólíka strategía, þú veist, þessi strategía einmitt eins og voru að tala um að Íran er með hernaðarleg skotmörk á meðan Íran og Hizbollah líka, þeir eru alltaf hernaðarleg skotmörk og arabavinni mínir segja sjáðu, þeir sem eru þar megin, sjáðu, þú veist, Ísraelar og Bandaríkin bara bomba og sprengja og halda einhvern veginn þeir geti útrýmt hugmyndum með því. Skilurðu, eins og þetta tala alltaf að vera við erum í stríði gegn Hamas ekki palestínsku þjóðinni en samt einhvern veginn bara murkar úr fólki lífið. Þú skilur, þetta meikar enga sens og maður segir auðvitað þetta palestínska þjóðin sem þú ert í og einhvern veginn, þú heyrir á RÚV og öllum svona, þú veist, sjónvarpsstöðum, það má aldrei segja neitt annað. Það er bara Ísrael og Hamas. Sama með Hizbollah. Samt eru þeir farin að sprengja langt út fyrir og líka einhvern veginn svona, þú ætlar að útrýma hópum sem eru með hugmyndafræði. Og hugmyndafræði sem sprettur út frá mikilli kúun og þörf. Og raunveruleg þörf. Svolítið að fólk hefur alveg hinum megin jafn mikið að pæla í þessum hlutin þar nema bara þetta er svo mikil rosalega alvöru mál og eins og þið sjáið ég gagnrýni líka arabaleiðtogana skilur mjög mikið fyrir að vera ekki að styðja Palestínu, ég meina mjög mikið og fólk einhvern veginn að veikum mættir reyna að vera með andof en eins og maður átt að sjá í þessum löndum þegar þú býrð í einræðisríki, þú býrð í Sádi, þú býrð í Alsír, þú veist það sem eru mismunandi náttúrulega tegundir af stjórnarfari en náttúrulega bara allt rosalega svona mikil kúunarstjórn. Fólk það telur svo ekki geta gert neitt. Það er algjörlega lama gagnvart stjórnvöldum en samt hefur þetta núna, þessi þjóðarmorð í Gaza, olli því að fólk finnur til sín vegna þess að stjórnvöld þor ekki að einhvern veginn að fara tala kannski enn frekar á þá leið að þeir styðji Ísrael og
og Bandaríkin eins og voru byrjar að þora. Já. Svo þarna erum við með alls konar, þarna erum við komin með alls konar, sátanir neita því að fara í þetta normalization deal, sem þetta haldi upp í þessum eðli samskipti, sem einhvern veginn Sameinuðu furstadæmin gerðu og Marokkó og Súdan. Já, en þeir voru náttúrulega farnir að semja það, þeir bara hættu út af árásinni. Næstu því komnir alla leið. Já, það voru komin sög. En mitt point það, að það fólkið sem að rísa upp, þó þau gerir það ekki. Ég meni, í mjög fáum af þessum löndum má mótmæla. Já, en það var... Það má ekki mótmæla í Egyptalandi, það mátti einu sinni. Það var einu sinni bara með leyfi. Allsir það bannar, allsir tala mjög, eitt af þeim ríkjum sem tala mjög með Palestínu, þó eru miklu meir en margar aðrir þjóðir. Jórdanía svona er náttúrulega í algjörum einhverju svona pattstöðu. Ég bara að segja, þetta í raun og veru ekki undarleg, það einhvern veginn öll þessi löndin og náttúrulega bara hugsa sig, þó að hjarta fólksins má segja að það þetta bara mikill meirihluti Araba og Írana, þá skilur við, sem halda með Palestínu en einhvern veginn geta það. En ég ætla aðeins að velta því fyrir sér hvort að þessar þjóðir einfaldlega líti á sem svo að það sé á ábyrgð vestrænna ríkja að bregðast við ástandinu og laga það sem miður fer, að því að þetta eru við. En það eru nefnilega þannig að auðvitað vandi Palestínu og í raun og veru Ísraels líka. Það vandi samstöðuleysis í Evrópu og Bandaríkjunum. Þeir geta ekki komið sér saman hvað þeir að gera, en það sem ég var að vitna í Ori Goldberg í sambandi við Íran og hvernig þeir leita bandamanna í Mið-Austurlöndum út af einhverju í raun og veru, svona að upplifa einhverja ógn, sem sagt bara frá nágrunn sínum, á meðan að hann var að segja það og Ísrael leita hana út fyrir svæði, fyrst og fremst. En málið það ástæðan fyrir því að hann náttúrulega óvinsæll að hann að benda það sem að hópar koma, þeir berjast með vopnum, þeir eru tilbúin síðan að gefa tilslækjanir og það samið frið. En Ísrael ekkert tilbúin til þess. Og þetta þeirra aðferð, það bara að viðhalda þessu, taka yfir. Hvað ætla Ísrael að gera? Margt, ég bara í raun og veru. Hvað ætla Ísrael sér? Því miður, veistu það, ég orðin svo svartsýn að ég farin eins og farin að halda að þeirra stefna sé jafnvel bara innlima allt svæðið og í öðru lagi eins og að ég líka verið haldið fram að Netanyahu hefur hagsmuna að bíða fram yfir næstu kosningar í Bandaríkjunum og fá vonlega Trump og þá fær hann Bandaríkjaforseta sem að hann með í vasanum. Rauninni Kamilu Harris virðist vera líka. Já, og ef það gerist ekki eins og núna og svo ákveð tómarúm núna, það eru forsetakosningar og Ellings hefur líka verið bent á það að hann gengur, Ísrael hefur aldrei gengið eins langt en svo náttúrulega árásinn, Hamas árásinn og það hefur aldrei verið svona stórkostlega árás á Ísrael eins og þessi árás Hamasliða, en það sama, þeir eru svona eins og notið þetta tómarum bara til þess að senda rosalega sterk skilaboð til Hamas, þið skulu ekki reyna að berjast gegn okkur, við munum bara uppræta ykkur og þeir eru berjast gegn Hezbollah og senda sömu skilaboð og mér finnst þeir vera að reyna að senda þessi skilaboð og koma því til leiðar að lama þá algjörlega. Þannig að þeir missi stuðning, líka ekki bara stuðning eins og Írans hugsaðlega sem að fer þá að stafa aukin ógn af Ísrael og árás þaðan. Maður heyrir viðbrögðin frá Íran, þeir vil ekki fara þangað, heldur líka bara stuðning fólksins. Vegna þess að leið og það orðið svona mikið mannfall, það geta sprottið úr þeim röðum, einhverju hugmyndafræði innblásnir einstaklingar sem bara búa til nýtt Hamas eða nýtt Hezbollah eða eitthvað. En þeir eru að senda þessi skilaboð og ég held að þegar að kosningarnar fara fram þá munu þeir vera, sjá þeir fyrir sér og þeir eru komin með einhverju yfirborðsstöðu þeir eru búin svona lama Hamas, það hefur ekkert verið að gerast Hamas hefur ekki verið árásið, þeir geta ekki lengur Hezbollah og þá fara þeir Bandaríkjaforseti, allir Bandaríkjaforsetar hafa viljað stuðla að friði í Miðausturlöndum, þá eru þetta sett bara upp í hendurnar á nýjum Bandaríkjaforseta núna tækifæri til friðar við erum bara, Hamas Hezbollah drepa alla og málið það að Trump, hans friði var þessi
að jaðarsetja Palestínudeiluna, gera samning við Arabíuríki. Það voru stofnaði mjög sterkir efnahagslegi hvatar, eins og fyrir Súdan. Það voru teknir að lista yfir ríki sem að veita hryðjuverka samtökum stuðning og þeir fengu aðstoð við að borga niður skuldir sínar hjá Alþjóðabankanum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum með eitthvað slíkt sko. Marokko fekk yfirráð yfir Vestur Sahara og sem hafa verið, það hefur verið sjálfstæðisbaráttu þar síðan 1956. Þeir keyptu sko stuðningin og þeir voru farnir að semja við Sádi-Araba, Biden hélt þeim samningum áfram og þannig ætlaði hann að stuðla frið, bara hreinlega með jaðarseta Palestínum, flutti í Bandaríkjasendiráðið til Jerúsalem, þeir viðurkenndu yfirráð Ísraels á Gólanhæðunum og svo framvegis og ég held að sko núna það bara haldi áfram að þessari braut og margir, og þeir svartuðinstu fólkið sem ég held ég komið þangað sko þeir sjá bara fyrir sér þú veist það er oft búið að tala um nei, 2 ríki, það gengur ekki, það verður 1 ríki þar sem að fólk býr og það hefur jafn mikið réttindi en núna önnur sín er að þetta verði meira og minna 1 ríki, þar að segja að Palestína verið innlimuð inn í Ísrael og svo verði bara svona einhver lítil sjálfstjórnar svæði Palestínumanna svona bara eins og kallast enclaves. Það er mjög áhugavert þú segir að þetta verði 1 ríki og Palestína verði þar innlimuð sem svona aðildarþjóð en þá hvernig horfir þá við ykkur orð okkar eigin utanríkisráðherra Þórdísar Kolbrúnu sem að núna bara helgina á þingi Sameinuðu þjóðanna talar ennþá 2 ríkja lausnina og hún virðist ekki vera í ég ætla bara að segja það nokkrum tengslum við það sem raunverulega gerast á svæðinu. En sko þetta svo merkilegt að fylgjast með þú veist, einhvern veginn svona okkur Vesturlandabúum hvernig við lítum á þetta sko. Þetta er svo maður einhvern veginn bara svona pínu stúm einhvern veginn þetta sko við erum að horfa á þjóðarmorð við einhvern veginn höldum með sko Ísrael í þessum málum ef við höldum kannski ekki með þeim við byggjum þau vinsanlegast að gerast að vera aðeins sko bara aðeins að þyrma fleiri lífum en að þau hafi réttindi til að verja sig og hvað þýðir að verja sig það þýðir að verja land sem var gefið af fólki gefið þeim af fólki sem átti ekki landsvæðið og við sko sú gjörð bjóð til það ástand sem að við erum að upplifa í dag og höfum verið að upplifa síðustu 80 árin ég meina í rauninni má maður segja gat þetta eitthvað tíma virkað virkað hvað það og þú veist verja sig sem Ísrael rétt til að verja eða hefur Ísrael rétt til þess að verja einhverja úldna imperialiska hugmyndafræði sko, en það er þetta sem að ég held að sé svona ég held að þetta sko tengsl Bandaríkjanna við Ísrael á einhverjum level sem maður alltaf einhvern veginn rosalega forvitun hvað í óskopan þetta ekki bara peningar, maður veit að það þarf meira en málið ég Chomsky útskýrði einhvern tímann að þetta eru þessi nýlendu ríki eins og þeir sem tóku yfir annað landsvæði og drápu innfædda Bandaríkin Ástralía, Kanada eru einna kappsömust að Ísrael haldi sér einhvern veginn að þeir haldi þessari svona vestræna útnára og einhverju segja sko að það sé svo mikið kappsmál þetta mjög svona sálrænu forsendu vegna þess að annars var í nýlendu tíminn vondur annars gerðan þá er það svolítið erfitt að líta í einn bara og líta í speilin og þetta náttúrulega Ísrael náttúrulega eins og Netanyahu alltaf að undirstrika að Ísrael sé eini raunverulegi bandamaður sko Bandaríkjanna þú veist á Mið-Austurlöndum og það sé bara og alltaf að í raun og veru og notar það rosalega mikið til þess að fá allan þennan óskilyrta stuðning til þess að halda áfram að verja sig og svo líka en svo ég vil aðeins bæta við að sko málið líka það að þú veist að þetta alltaf mála þessum litum líka að Ísrael sé í raun og veru fórnarlamb
vondra nágranna og það þessi tilhneiging líka, eins og ég var að segja líka í sambandi við Bandaríkin og auðvitað bara líka dálítið á Vesturlöndum og hefur meðal annars komið fram í málflutningi í sambandi við Úkraínu og Rússland, þetta sé barátta góðs og ills og það svona að þetta svo svartkvít, þetta Ísraelin hérna, þau eru endalaust undir að verja sig árásum vondra nágranna sem hafa enga góða ástæðu til þess að vera eitthvað að berjast gegn þeim og þeir gera auðvitað allt í sínu valdi til þess að verja sjálfan sig og það einhvern veginn ansi margt búið að réttlæta og málið það þær árásir sem hafa verið gerðar eftir að náttúrulega Gaza fór undir herkví í 2007 það 2008 og 2009, það 2012, 2014 og núna 2023 það hefur orðið stigmögnun í því hvaða skopmörk Ísraels leyfir sér að skjóta og það var gerð rosalega góð analýsa á því af fjölmiðlum ísraelskum magasín 927 og einhverjum öðrum sem man ekki hvað heitir en þeir greindu alveg bara nákvæmlega eins og til dæmis núna í þessu stríði það hefur nægt að það búi einn Hamasliði í fjölbýlshúsi og þá öll fjölbýlshúsi orðið skopmark og það sprengt og ef að fólki hefur ekki náð að flýja þá deyja auðvitað allir eða drepast undir rústunum eða hvernig sem það og það hefur orðin algjör stigmögnun og það líka það sem að hefur auðvitað verið að ræða í sambandi við alþjóðlegi núna og þetta alþjóðakerfi sem við erum með vegna þess að það vita allir að ef þú kemst upp með eitthvað þá miklu leikur á því að þú haldið áfram eða gangir ennþá lengra og Ísraelsríki þá síðar og Ísraelsríki gengur alltaf lengra og lengra og lengra. En ég held að það hafi verið í gær, þá komu tölur, tilkynning frá Oxfam í hjálparsamtökunum að aldrei síðustu 20 ár hafi fleiri konur og börn látist í átökum á jafn skömmum tíma. Já. Og allir fjölmiðlamennirnir allir fjölmiðlamennirnir, allir hjálparstarfsmennirnir allir starfsfólk Sameinuðu þjóðanna og alþjóðapressuna og það og fjölmiðla eins og Al Jazeera náttúrulega eru reknir í burtu frá Gaza og Vesturbakkanum og svo líka það allt að gerast þarna í skugga Gaza á Vesturbakkanum hörmulegi hlutir fólk verður fyrir gegntalis og ábeldi það eru, þú veist, íbúar svona hátt í 20 þorpa sem hafa flúið með allt sitt hafitask undir árásum landtökufólks sem að hlífir engum og mér fannst líka ef við tölum fjölmiðla ég var að horfa bara fyrir nýlega á þó reyndar þátt BBC World sem að þeir voru búin að þetta var rannsókna blaðmennska þeir eru búin að raða saman myndbrotum bara sem að almenningu var að taka af ástandinu á Vesturbakkanum og setja þetta upp þannig að þeir gátu séð hvaða aðilar voru að baki árásum, hvernig herinn var að haga sér og svo framvegis. Þannig að þetta allt byggt á staðreyndum og þarna eru menn mjög herskáir sem eru búin að koma sér upp þarna sem svona outpost sem ekki samþykkt af Ísraelsstjórn, þeir fá að vera þarna. Þeir eru með vopn og fá að beita þeim gegn palestínumönnum sem landtökumönnum sem eru ekki vopnaðir og svo stendur Ísraels hjá og gerir ekki neitt og hugsið ykkur þetta ástand og þetta skelfingar ástand og það eiginlega færstir að tala þetta En Stelpu, við verðum líka að setja þetta í samhengi við það sem að María Lilja, þú varst að tala áðan þannig að ráðherrann okkar hjá UN hvernig hún talar og þetta það svo mér finnst bara svo merkilegt að vera einhvern veginn áhorfandi af þessu sem eftir 20 ár verður litið tilbaka og við verðum bara hvernig gat þetta gerst? Ætla maður að vona hugsa ykkur allar þessar svona red lines hvað segir maður, rauðu strik ég meina þetta hvað erum við að tala við erum búin að tala að Ísraelar hafa gengið svo brjálaðislega hart fram, ég meina hvað 37 spítalar ég meina nauðganir það var ekki verið að mótmæla nauðgununum í fangelsum þegar var verið að nota nauðganir sem refsing í fangelsi heldur var að vera að móðga að þeir mætti ekki nauðga ég meina, þið munið, það var að henda líkum fram á hústökum þú veist, hvað og hvað viljum við meira öll dánu börnin sem við sjáum bara í símanum okkar á hverjum einasta degi Akkurat, hvað þyrfti Þórdís Kolbrún að sjá til að segja bara wow
Ok, nei, ég meina, þú veist, mér finnst það svo sálrænt spennandi hún samaður, en þá málið. þetta, stelpur, þá þetta heimsmyndin okkar. Já. Þetta er heimsmyndin. Við höldum alltaf við einhvern veginn tökum upplýsingar og við bara einhvern veginn metum þau og komum með eitthvað svona útkomu. Nei, við erum með ákveðna heimsmynd og hluti af heimsmyndin og sérstaklega náttúrulega hægrisins Bandaríki góð, Ísrael gott. Þetta þú veist, við erum svo rosalega basic manneskjur og þetta einhvern veginn, mér bara heillandi á hryllilegan máta að átta sig hvernig svona skeytingarleysi gagnvart manneskjum. Hugsið ykkur þegar Bjarni Ben ákveður einhvern veginn að sjálfstáðum að hætta við sendingu, þú veist, sama dag og alþjóðadómstóllinn segir að sé möguleika þjóðamorðum, að þá það fyrsta sem þú gerir, þú hugsar, aha, nei, guð, það voru þarna einhverju hamastýðar, skrúa í únfra fyrir líflínuna þeirra. Já, eina. Látum drepa þau enn meira. Þú veist, ég maður bara leyfðu þeim aldrei að njóta vafans og það það sem er svo merkilegt með íslensk stjórnmálafólk og þá verðist ekki skipta neinumál hvort það sé á hægri eða vinstri væng af því að við höfum verið að horfa á vinstri græn sem er svo sannarlega í ríkisstjórn bara með nákvæmlega sömu orðræðu. En í sambandi við að láta njóta vafans þá langar mig einmitt að segja það. Ég, eins og segi, sá hlusta á og las þessa ræðu utanríkisráðherra þar sem hún einmitt að vitna í það að sjúkrahús á Gaza hafi orðið skotmörk vegna þess að Hamas var þar með bækistöðar þarna einhvers staðar í göngum undir og það kölluðu yfir sig sjálfir og það er ekki endilega sannar, það er alltaf vísbendingar en ekki beina sannir og málið er það að þetta er þess að samkvæmt alþjóðlegum þá geturu, þá er heimild að skjóta, alls ekki heimild að skjóta sjúkrahús nema svo framalega sem að þetta er notið einhverjum tilgangi sem að þjónar hernar hagsmunum viðkomandi nema og svo er þetta spurningin akkurat þetta, í staðin fyrir að utanríkisráðherra segir hefðu Ísraelsmenn ekki átt að láta fólkið þarna og á Gaza njóta vafans. Nei, það var í raun og veru bara því miður, það var margir dáið, en það er vegna þess að þetta var út að Hamas notaði sjúkrahúsin sem aðsett bækistöð og þess vegna er þetta Hamas að kenna. Svo er það líka aðferðafræðin á bakvið þetta, að því að ef maður rýnir aðeins í það, þá er þetta ekki bara ein eldflug sem kemur og sprengir eitt spítala. Heldur er þetta markvisst, það eru landgönguliðar sem fara inn gangana og þeir skjóta fólk og fólk sem hleypur út, það lendir í drónaskotarásum og svo eru það skriðdrekarnir og síðan eru það loftskeytin þannig að þetta er ekkert smáræði og það sem mér finnst mjög áhugavert við þetta með það að þetta er eitt tæknivættasta herríki heimi og stunda svo kallar mannúðlegan hernað og þínum en veistu það sem ég þeir eru með náttúrulega Mossad og þeir eru með leyniþjónustur og allt hvað eina það sem ég skil ekki er þeir fara inn með landhernað þeir vita að Hamasliðar eru þarna í undirgöngum síðan hvenær var ekki hægt að fæla fólk út úr undirgöngum og nota infra svona, þú veist, ég veit ekki hvernig þessi göngu eru en þú veist, það er að mæla hita á fólki undir yfirborði jarðar og svo frá alls konar tækni með allar þessa tækni, akkurri þurftir að sprengja allar þessa sjúkrarlega gáttu ekki farið inn með bara landhernað og farið undir og náð í það gáttu ekki drepin alveg bara svona eins og leysir hann er drepin, það heitir bara precision allt í mátti það þetta er svona precision weapons eða þú veist, mjög nákvæm vopn og máli er það að ég efast að það sé ekki möguleiki nema þá að bara Ísrael sé að forðast mannfall í ein röðum og þá náðu þeir árangri hernaðalegu markmiðum með að skapa sem mest mannfall í röðum sem sagt Gazabúa og á ensku heitir þetta bara að þeirra óbreytti borgarar falla og svona óvart í einhverjum hernaðalegum tilgangi þá er þetta bara collateral damage, bara því miður þið og veistu það, mér finnst óhugulegt einmitt þegar utanríkisráðherra okkar tekur undir það að þetta hafi því verið réttandalegt og því miður vegna þess að þetta voru notin sem bækistöðvar Hamas
og því miður dó fólk í staðin fyrir að leggja áherslu á það, já, þrátt fyrir það að þá er þetta hugsanlega ekki að fullu sannað, íbúarnir ætti að njóta vafans og það hlýtur að vera Ísrael sem er tæknivæddasta hernaðaríki heimi og gat skotið Ismail Haniyeh á færi í Íran hafi ekki tök á því að uppræta Hamas bara í göngunum sjálfum. Svo líka burtséð frá lögunum, sko, þá má líka vera gagnrýnin á það að það sé einhvern veginn í lagi að sprengja spítala ef að það eru hugsanlega mögulega. Veistu það uppalega, það sem við köllum mannúðleg, þau voru ekki uppalega gerð til þess að hugsa óbreytta borgara. Það voru allt bókanir seinna meir sem voru á 8. áratugnum. Þau voru hugsu fyrst og fremst til að vernda hermenn og koma á reglum í hernaði. En það var ekkit verið að hugsa óbreytta borgara. Það var fyrst og fremst að hugsa hermenn og hernaðleg skotmörk og þvílíkt. Það er ekki fyrir 1973 sem kemur bókun við Genfarsáttmálana sem lítur að vernd óbreytta borgara og svo önnur sem lítur auðvitað, þú veist, áður hafði við komið auðvitað eða þú ert hermaður og tekin í hald af óvinaliðinum og svo framvegis. En þannig að hugsunin þarna á baki er hernaðleg. Hún er ekki, þó við köllum þetta mannúðleg, þá er þetta hernaðleg hugsun sem liggur á baki, hvernig á að verja heraflanið. Það eru reglur. Það eru reglur, já. Það er náttúrulega mál. Og akkur gengur þá svona langt? Akkur gengur lengra en þú raun og veru þarst? Þú veist, það er það sem að spyr sig. Það sem að, sko bottom line hérna, svo ég sletti nú enn meira. Þú veist, þurfum við í samfélagi og bara í alheimssamfélaginu nútímans á hernaði að halda og þú veist, ég held að grunnspurningin sé bara þessi, við stöndum á, sko, ef við ímyndum okkur að hér stöndum við frammi fyrir 3. heimsstyrjöld, þá er hún sannarlega hafin á Vesturlöndum hugmyndafræðilega og við þurfum að fara að spyrja okkur að því hvað er það og í hvaða heimi viljum við búa og hvað er það sem að við viljum í framtíðinni og viljum við halda í einhver gömul gildi, imperialisma, blóðbaðs og þessari hugsunar eitthvað aðra fólk og aðri kynstofna eða ætlum við kannski að byrja upp á nýtt og breyta öðruvísi. Nákvæmlega og ég eins og Guðrún Margrét var að segja, af hverju gengur svona langt? Nú, þú gengur svona langt út af því að leið það er rosa mikið mannfall á meðal óbreyttra borgara, þá eru þeir að reikna með því að stuðningurinn við samtökin eins og Hezbollah og Hamas, hann minki. En það er akkurat eins og Guðrún Margrét var líka að koma inn á, það gerist oft í öfuga. Og í sambandi við það sem þú ert að segja, sko, þetta er, og við vorum að tala um heimsmyndina, mér finnst það mjög óhugnalegt í raun og veru þessi normalisering á hernaðarhyggjunni og að hún sé, veistu það, að það sé eins og segi og það er kannski, ég meina það er fullt sem er hægt að gagnrýna við ríki eins og Íran og Kína og auðvitað Bandaríkin líka, en ég meina eins og Kína, og er auðvitað, þú veist, það er Hong Kong og Tævan og fleira, en þeir hafa þó gengið fram, sem sagt, sko, og notað í raun og veru bara peningamagni til að ná sambandi við fólk og byggja upp viðskiptahagsmuni og ná í hráefni og allt þetta, allt belt og braut, það eru 155 lönd sem eru í belt og braut, það er ekki smáræði, en þeir eru samt alþjóðavengjandi mjög mikið að ekki bara að halda því fram að Ísrael hafi óskilistan rétt til að verja sig, heldur að það verði að koma í veg fyrir frekari stiðmögnun og engi verði að stíga skrefi tilbaka og á hverju er aldrei eins og til að mynda þegar að Hamas árásin var gerð 7. október og sem er hörmuleg, ég meina á hverju er ekki sagt, já, nú er komið nóg, Bandaríkin segja við Ísrael, nú er komið nóg, nú skulu þið vera svona the benign eða góða ríkið sem hugsar, þetta gengur ekki lengur, nú skulu við sem í frið, nei, það er farið fram með hernaði og það skal sko vera helst þannig hernaður að því að dettur þetta aldrei í hug aftur og en þú leysir ekkert með þessu og þú skapar bara
framtíða kynslóð, fjölda Hamasliða, Hezbollah og svo framvegis. Og þetta eins og John Galtung sem svona höfundi friðarrannsókna, hann talar neikvæðan og jákvæðan frið. Og neikvæði friðurinn bara að það ekki hernaður í gangi, það absence of armed conflict. Það þýðir það ekki að sé alls konar ekki óréttlætt í gangi, eins og þú veist, það aðskilnaðarstefna, þú veist, í Palestínu og ég meina þú sé ekki alltaf endalaust einhverju vopni átök, að þá er þetta neikvæði friður og jákvæði friður tengist félagslegu réttlæti, þar sem fólk nýtur virðinga og nýtur mannréttinda og hefur jafna stöðu. En þetta er kannski helst á svolítið í hendur að þú þurfir fyrst að ná fram einhvers konar friði, saman hvort að hann sé þá neikvæður eða að einhverju leyti jákvæður, en að til þess að búa til hinn fullkomna jákvæða frið, þá þarf fólk auðvitað að geta lifað En það líka í sambandi við heimsmyndina, ég meina eins og segi, þú veist þessar hörmungar sem gengu í gegnum og hverju voru ábyrgi fyrir því í Evrópu og það leyst og verður nokkuð konar syndaflaust að fá ríki, þetta voru gyðingar líka í Miðausturlöndum, en þeir fá þarna ríki og óréttlæti gagnvart þeim svona leysmiðaskapa óréttlæti fyrir alla og einmitt mjög mikið í anda þessar hugmynda að þú veist, það skipti engu máli hvað þessi Palestínu arbar hvað þeim finnst. Þetta var líka hvít yfir hvað heiti það yfir á hyggja og ég menna, og það rosa mikið þannig í Ísrael að skennasgyðingarnir sem koma frá Evrópu, þeir hvítir. Ég menna Netanyahu og allir hvítir og það líka gyðingar frá Íran og öðrum löndum og þeir lítar og þeir njóta ekki eins mikillar stöð þegar elitan í Ísrael hvít og það þannig mjög alltaf, það alltaf rosa mikið kynþáttahyggja sem að líka tengist öllu þessu ástandi. En má ég aðeins minn ykkur stelpur á að sem stríði gegn hryðjuverkum. Ég held að það hafi það gæti hafa verið svona byrjun endans, beginning of the end fyrir vestræna hegemóníu. Þetta yfirráðast hugmynd Vesturlanda, þú veist, þarna einhvern veginn fá þeir tækifæri til að virkilega fara og bara í raun og vera eyðileggja Miðausturlönd. Gera það, fá mikla og góða ástæðu til þess. Fara inn í Afganistan, eru þar í 20 ár og meðal annars til að bjarga konum. Af því að þær eru svo, þú veist, kúar og hræðilegt og þannig að bara góður. Þú veist, og fara svo inn í Írak á einhverjum upplögnum forsendum og náttúrulega tragikómedían það að þú einhvern veginn auðvitað, þarna vondi Saddam Hussein sem sunni muslimi. Allt persónugert, það er mjög þannig. Skilurðu, þú tekur, hann þau eru rosalega hissa að fólk, byggustu að fólk fyrir á götur að fagna þeim, sprengjuregninu, þú veist, hver myndi gera það? Og þú veist, ég bara að tala um þessi naífu hugsun, þetta naífa hvernig þú heldur að lífið virkar. Fyrstulega, það að fara að ráðast inn? Er þetta ílska eða er þetta bara heimska? Ég held, hvoru tveggja verður að vera, en ég held að punkturinn hljóta að vera sá, ég æðri en þú. Ég held að það hljóti alltaf að vera og það það sem einhvern veginn rekur þessu öllum, þú veist, Magna er búin að lýsa þessu svo vel þessum hugmyndum hvernig við höldum að hinir, eða þú veist, ekki Vesturlandabúar hugsi. Ég meina, hvernig þú heldur að þú ætli bara útrýma Hamas og útrýma Hezbollah og þá bara allt hangi-dóri. En leiði mig stelpur aðeins að halda áfram ef ég má. Með þessa stríði gegn hryðjuverkum. Ég meina, þessi hryllilega hringavitleysa sem þetta varð svo að lokum og hverju ræðist inn í Írak. Saddam Hussein náttúrulega stolt, myrtur náttúrulega bara ekki að lífið þarna og það náttúrulega búið til kosninga því að lýðræði gott eins og við munum. Þú veist, það verið að boða þeim lýðræði. Svoleiðis að þá náttúrulega kjósa allir kúðu sjíatmúslimanir með sjíatmúslima og baþistanir fara einhvern veginn og eru settar í fangelsi og radikaliserast hryllilega, þið vitið, og Íran bara og sátarbrjálaðir af því allt í einu einhvern veginn ég veit ekki, föttuðu ekkert hvað myndi gera? Þannig Shia Sunni dýnamikinn. Já, þetta verður hún að raunverulegu vegna þess að þetta náttúrulega bara frábært besta sem gæti komið fyrir Íran. Saddam Hussein var náttúrulega Sunni og hann var rosalega og ekki gleyma golflöndistelpur það hluti minnihluta hópar sjíatmuslima sem eru kúaðir.
Já. Og þá fyrir þetta að skipta máli Ég veit það, það gerir það. Ekki beinlinis heldur Nei. út af þessu. En höldum aðeins áfram. Þetta er löngsaga. Ok, svo það Írak og svo einhvern veginn komar arabíska vorið við 2011 og þá byrjaði það náttúrulega þessi hryllingsstríð og Bandaríkin einhvern veginn ákveða nei, við erum ekki að fara inn í þessi stríð, en hvað gerist? Og ég var einmitt ekki, ég var svo lengi að fatta einhvern veginn hvernig stríðið í Sýrlandi sprakk út eins og kjarnorkusprengja á einhverju nokkru mánuðum og þá áttaði maður sig auðvitað á geopolítikin í öllu saman. Það einhvern veginn réðu. Það fóru Hizballah og unnum með Andspyrnunni? Nei, Hizballah náttúrulega með stjórnvöldu, með Assad og Kó og Gulfríkin sem voru skítrætt við Íran fara að senda sína proxy, sem sagt, svona trúarhópana, þið vitið, og einhvern veginn allt í hennu springur, allt í loftin, svo allt í hennu komin ISIS, þannig að ISIS einmitt brjálaðir sárir stjórnmálamenn og stuðningar Baath-flokksins sem að samina stríðinu í Sýrlandi, þarna verður einhver kalafeit rugl og allt í hennu fara Al-Qaida sem voru gamlega óvinnurinn muniði að vinna með Bandaríkjamönnum og einhvern veginn rugglið og þvælingunni þarna og pluss það að hann 2009, verður ekki 2015 þegar Rússar blanda sér í stríðið í Sýrlandi þá einhvern veginn breytist þetta algjörlega og þá fara Sátar og Emiratis út af kjarnorku samningunum Obama við Írani að þá fá Katarar Emiratis frá Sameinuðu furstadæmunum og Sátar leyfi til að höfna sín þarna á šíat muslima hópunum í Sýrlandi. Svoleiðis einhvern veginn einhvern veginn dýnameikin verður svo kolruglu á þessum tímabili. Algjörlega. Trump tekur við, Trump fer til Sádi-Arabíu, fyrsta opinbera heimsókn og segir og ég veit ekki hvort þið minna eftir þessu, það var eitthvað svona hnöttur, þú voru að opna eitthvað friðarsetur, Trump, rosa góðu vinur Mohammed bin Salman og Sisi var þarna og þeir héldu yfir á svona netti að því að það voru að opna eitthvað friðarsetur og fyrir framan 50 muslimaleiðtoga segir Trump, heyrðu, ok, nú ætlum við bara að setja línu í sandinn, vondu eru šía, góðu muslimanir eru sunni, þó að það séu Wahhabi, þó að það séu Al-Qaida og ISIS, skilur? Og talbanar. Já, og talbanar, skilur? Allt í hennu bara einhvern veginn, og maður sá svona svipin á leiðtogunum bara, ok, og Sátar áttu að verða leiðtogar Arabaheimsins og áttu að taka til í sínu málum og það sem hefur gerst náttúrulega í Sáti undanfærin ár það að konum að keyra, það alls konar tónleikar og gaman og frjálst en allt á svona kapitalísku forsendum og núna erum við á þeim stað að einhvern veginn Sátarnir eftir að Trump fór og Biden einhvern veginn búin að vera eitthvað að pöngast þeim að þá eru þeir einhvern veginn ekki nógu miklu stuðningsmenn við Ísrael lengur. Þið vitið, svoleiðis að það einhvern veginn og svo eru Sátar og Írani farnir að tala saman. Já, nei, Sátar og Írana fóru náttúrulega að tala saman vegna þess að þeir slítu stjórnmálasambandi í 7 ár. Já, þegar Biden tók við. Nei, það var en þeir slítu stjórnmálasambandi þegar að það var Shia-klerkur sem var drepinn í Sádi-Arabíu sem einn af einhverjum myndum hryðjuverkamönnum sem voru að vinna gegn ríkinu í Sádi-Arabíu, þá slítu þeir stjórnmálasambandi og svo var auðvitað búið að reyna svona tilraunir að gera það var svo Kína svona opinberlega sem kom á aftur stjórnmálasambandi og þetta lítur svona dálítið að hlutverki líka Kína í þessum heimsluta. En talandi þegar Trump fór í fyrstu heimsóknin til Sádi-Arabíu, þá gerði það líka eitt. Þá hafði Ismail Haniyeh komið á CNN og þær voru búin að vinna að með stuðningi að ríkja eins og Noregs og fleiri að því að breyta stoppskrá sinni Hamas. Þeir voru tilbúin að viðurkenna ríki að handan landamæra Palestínu og myndust ekkert á Ísrael með nafni og að hætta vopnaðri baráttu og þeir hafa líka verið að undirstrika það að þeir eru ekki berskja gyðingum heldur síónistum. Nema hvað og hann fer svo í viðtal CNN og hann eiginlega biðlar til Trump sem var búin að segja að hann ætlaði að koma að friði í Miðausturlöndum og hann sagði að nú hefur Ismail segir svona eitthvað á þá lund að
nú hafi Trump tækifæri til þess að leiðrétta það óréttlæti sem að palestínumenn eru búin að þurfa að þola, þú veist, alveg síðan 1948. Heyrðu, og svo fer hann til Sádi og segir, já, Hamas, þeir eru engu skári en ISIS og Al-Qaida. Og þar með var það farið. Já. En talandi líka heimsmyndina, og nú voru að tala Írak. Ég var semst þetta var náttúrulega hvað 2003 og ég var í námi í Bandaríkjunum á þessum tíma frá 2024 og það var ótrúlegt að upplifa þetta út af því að það kom mér svo óvart, bandarískir stúdendar eða nemendur, þeir eru að halda kannski fyrirlestur og þeir segja bara we think and we the Americans and we in the US, þeir eru alltaf að samsama sig því að vera bandaríkjumenn. Ég fór ekki að segja við á Íslandi, ég sagði bara, þú veist, ég tala ekki svona eitthvað, en alltaf þessi samsömun. Heyrðu, svo svona bara innrás sem gerði þarna í mars og nokkrum mánum á undan þá var þetta bara 75% stuðningur við innrás út af því að ógnin væri svo mikil og þetta var náttúrulega svona preemptive attack eða svona fyrirframvörn eins og er kallað og það var svona tabu að tala um þetta. Það var ekki hægt að tala um þetta og ef þú reyndir að tala um þetta það var bara, sko fólk fór bara undan í flæmingi eða bara, já heldur þú með Írak þú veist alveg svona, þú varst eitthvað að setja spurningamerki við þetta og svo kemur þetta í ljós að þetta ég man alltaf eftir þegar Colin Powell fer svo öryggisráðið og kemur með sannanirnar sem var meira og minna allt falsað og allir vissu þetta og aldrei hafa þeir verið látni taka Bandaríkjamenn ábyrgð á þessu og Ísland var hérna í þessu samfloti með ríkjum hinna viljugu og hugsaðu ykkur, þú veist Írak sem var sko vel stætt ríki, þú veist með gott menntakerfi og heilbrigðiskerfi, auðvitað vondan leiðtoga en það ég meina það réttlæti þetta ekki eins manns leiðtogi annars kannski þeir voru sprengtir aftur til miðalda þú veist, ISIS náði fótfestur yfir svona þriðjungja landsvæðinu það er allt í rúst og það þeir eyðilögu landið og það tekur sko áratugi þú veist að byggja eitthvað upp þarna aftur og líka eiga við og svo kannski bara svona rétt áður við lokum þessu þá kannski förum við hinga heim og hérna að því að þú minnist á flóttafólkið og við erum að tala um hugmyndafræðina sko og nú notar hægrið þessa hugmyndafræði sem svolítið svona einhverja réttlætingu á því að það hleypa hér ekki að fólki að því að það er svo ofboðslega erfitt að blanda hérna saman hugmyndafræðin okkar er svo ólík menningarheimarnir þeir rekast á hvað og við höfum tekið eftir því að það er meira það er svona rasismi er meira áberandi heldur en nokkuð tíman áður og hann normaliserar af sko forsætisráðherra og öðrum ráðherrum og þingmönnum og fjölmiðlafólki og fjölmiðlum jafnvel hvað sjáu þið fyrir ykkur hvernig snúum við þessari þróun? Ég menn, hvað getum við gert hérna í bara svona Já, sko, við þurfum að fatta fyrsta lagi að við tókum þátt í því að skapa þetta flóttamann ástand. Já. Og þú veist, það er bara aldrei talað um það, skilur við. Svo það náttúrulega, sko, það sem þarf að svona praktísku lausnir eru bara það að fólk komist út á vinnumarkaði, fá aðstöðu til þess, sé ekki svindla á því þar, það geti einhvern veginn að börnin komist í skóla og þar geti börn lært íslensku, mennta sig. En þá komum við aftur að innviðunum, sko, sem eru brostnir og það eru önnur rökin sem að notuð eru gegn fjölmenningarsamfélagi í rauninni hérna á Íslandi, það er að innviðnur okkar bjóði ekki upp á það. Það þarf auðvitað fjárfesta bara í þeim og gera ráðstafanir og þessi vandi, ef það er hægt að tala um þetta sem einhvern vandi, það er náttúrulega þegar að
að stjórnvöld gera ekkert til að gera ráðstafanir. Þú veist, ég stundum bara til þess að einfalda máli að segja, þú veist, hvernig ætlar að koma með skemmtiferðaskip ef þú ert ekki með viðeigandi búnað við höfnina og þvíumlíkt, þá getur ekki lagt stóru skemmtiferðaskipi og þú veist, og þú þarft auðvitað að byggja upp innviði og taka á þessum málum, en þetta hefur, ég meina það fyrst núna verið að gefa út langtíma stefnu mál með innflytjenda og flóttafólks á Íslandi sem er búið að leggja fram, er verið að fara að leggja fram á Alþingi og það er ekki hægt að kenna fólkinu sem kemur hérna til landsins, nota bene, allt út á rétt að því, þú veist, það er enginn hérna á landinu sem hefur ekki rétt til að vera hérna og kenna þeim hvernig ástandið á innviðunum það er auðvitað ábyrgð stjórnmálmanna og það svona vera gaslýsa fólk og kasta ríki augu þess og koma ábyrgðina á ástandinu yfir á þá sem að hafa ekkert með það að gera og færa ábyrgðina, þetta er bara eins og einhverju kynferðisofbeldismáli þar sem að sko, þú veist að það er þolandaskömm en ekki hérna gerendurnir sem ber ábyrgð. Þú veist, þetta er svona svipa og þetta er bara ekkit rétt að stilla þessu svona upp. Nei, og ég kannski, við látum þetta vera lokaorð, en það voru þið nokkuð góð. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég gæti að setja hér bara langt fram á nótt og spjalla við ykkur og ég meina hver veit að við gerum það bara kannski hér og bak við tjöldin, en við þurfum að hleypa öðrum að. Við þökkum fyrir okkur hér í Radio Gaza og við sjáumst bara. Mér langar að nota tækifærið reyndar og minna á að það eru samstöðu mótmæli. Hérna á laugardaginn 5. október en 7. október þá er komið ár síðan að innrásin og ofbeldið á Gaza í núverandi mynd hófst og vil ég hvetja fólk til þess að fjölmenna á, ég held að það sé á Skólavörðuholti klukkan 2 en ég skal setja það inn á síðuna svo það sé allt á hreinu. Og við þakkum þeim Guðrúnu og Magnu fyrir staldrið við. Hér kemur Gunnar Smári og eftir með Arnari Þór. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Það var að komið að pólitíkinni, Arnar Þór Jónsson, lögfræðingur, fyrrum varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins, fyrrum héraðsdómari, fyrrum háskólakennari, hann er búinn að stofna nýja flokk, er það ekki? Jú, ég er búinn að því. Já. Og hvað... Ég bað engan leyfi til þess. Nei. Ég sendi ekkert bréfi til Sjálfstæðisflokksins eða annara. Þú varst búinn að ganga úr þeim flokki? Já. Þannig að þú varst frjálsmaður. En þú varst samt í þeim flokki og þar varst að reyna að ná fram einhverju. Og svo ræddur við miðflokkin, sjá hvort það væri eitthvað samband þar. Þannig að þú leitaði fyrir þér hvort að kraftum þínum væri betur varið innan flokka eða stofna nýjan. Já, sko ég vil segja þetta að í fyrsta lagi, ég hef sagt frá því að ég reyndi að hafa áhrif innan Sjálfstæðisflokksins og reyndi að beygja stefnuna, ég átt til einhver sem ég kallaði þá bara nær þessinni klassísku sjálfstæðistefnu, en ég áttaði mig á því að það er ekki hægt að hafa áhrif innan Sjálfstæðisflokksins úr grasrótinu upp. Ákvörunar valdi kemur ofanfrá og neðan og kannski á það við flesta núverandi flokka. Margir lögðu síðan til við mig og það var raunar þrýst mjög fast á mig að ég myndi kanna þetta með miðflokkin og ég vil segja það hér í svona ljósi fréttaflutning síðustu daga sem að alls konar hlutum hefur verið hent á loft að ég gerði engar kröfur gagnvart miðflokknum eitt eða neitt, ekki sem sagt neina formennsku eða varaformennsku eða ég hugði ekki á neina yfirtöku og ég ger engar launakröfur og oddvitasæti. Ég gerði ekki einu sinni kröfur oddvitasæti. Þetta voru bara svona samtölum það hvar við værum mögulega á sömu blaðsíðu og hugmyndir sem að ég var beðin sem að aðstofamaður minn sett á blað og birti en við fengum aldrei boltan tilbaka og þannig að þetta á endanum rann út í sandinu og mjög vond meðferð á mínum tíma, ég menn þetta voru margir mánuðir.
sem sagt Má segja að þetta hafi endað á því að það er hérna gammalt frasi sem segir erindi sem hefur verið svarað til dæmis með því að svara þeim ekki. Þannig að það var eiginlega viðbröðin sem þú férst frá Miðflokknum. Já, í rauninni. En ég vil samt segja þetta voru bara svona vinsamlegar viðræður og bara gott að hitta þessa menn að máli og ekkert að því. Þannig að ég veit ekki hvaða svona hvaðan þessi fréttaflutningur allur kemur og en þetta er fortíð sem og ég sem sagt vil segja og ég hef sagt það að eitt af því sem kom fram í viðræðunum er að Miðflokkurinn vill vera áfram Miðflokkur og ég hef ákveðnar hugmyndur það hvernig það megi gera hlutina. Ég tel að það sé ákveðin kýli í íslenskum stjórnmálum og íslensku þjóðlífi sem megi stinga á og ræða sem að ég ekki viss að núverandi stjórnmálaflokkar treysti sér beint til þess að gera. Og þeir eru vissulega partur af kerfi sem að er orðið svo illa samgróið. Maður heyrt það með fólk sem að fer í marga uppskurði, það verða alls konar samgróningar í kjölfarið og það eru samgróningar á Íslandi milli ríkisvalds og stjórnmálaflokka og háskóla og fjölmiðla og það er ekki gott að fara inn í þetta og reyna að greina þræðina því þeir eru svo samvaxnir. Og þetta heitir á góðu tungumáli, þetta er vottur alls konar spillingu og býður upp á spillingu. Það er óheilbrigt. Það sé eitthvað svona valdastjætt sem er þarna og stýrir Íslandi og svo kemst fólk þangað upp en þá er það fyrst og fremst að gæta hagsmuni þessara valdastjættar en ekki almennings. Já, ég held að það eigi við alla flokka. Ég held að eigi við alla flokka og bara þú getur svona, ég var nú aldrei svo frægur, ég er ekki það menntaður, ég hef gengið í stjórnmálaskóla en þeir eru víst starfræktir á vegum einhverja stjórnmálaflokka. Ég held að þú mentist nú ekki mikið í þessum Nei, sennilega ekki, maður afmentast. Mikið drukkið og svona stemming. Já, en mann er kannski kennt hvernig maður á að tala og hver sé leiðin til pólitísks frama og mér sýnist að hún kunni að liggja, beinasta leiðin liggur eftir þeim brautum að hlýða og taka línuna eins og hún liggur og ég var að tala við eitt svona ágætan sjálfstæðismann sem er miklu svona kannski hlýðnari en ég segi svona við hann, ég held ég hef aldrei sagt neitt ljótt sjálfstæðisflokkinn, hann sagði nei, ég held að það sé rétt hjá, þú sagðir aldrei neitt ljótt en þú sagði bara ekki það sem þú áttir að segja. Það línan liggur einhvers staðar, allir vita hvað hún liggur og menn hafa gagnrýnt mig líka fyrir það, segja nú ertu að stofna stjórnmálaflokk, ég meina það er orðin allt og margir flokkar á Íslandi. Ég sagði við manni í gær, tími fjórflokksins, hann er liðinn og það eru mörg ár síðan að það var til allt annað landslag í íslensku stjórnmálum. Mér telst til að flokkarnir séu 9 og þá sennilega 10 með þessum flokki mínum, 10 og ég er ekki viss að meðan á fjórflokkurum var á hét að þá ástandi verið endilega mjög heilbrigt heldur í íslensku stjórnmálum því að línan var lögðum eins og þú ert að lýsa henni að menn fetuðu eftir flokksaganum og skáruðu sig ekki mikið frá og nú samt svona stundum gekk á ýmsu að menn voru að reyna að breyta flokkonum og sveigja þá til og við þekkjum dæmi þar sem að flokkar breyttum stefnu, við getum tekið heimreiðaklíkuna sem að náði að sveigja sjálfstæðisflokkinn inn á braut nýfrjálshyggju. Við þekkjum úr vinstrinu að þegar að flokkarnir fóru mikið til hægri að þá flúðu vinstri fólkið og stofnaði nýja flokka og við þekkjum svona ýmis dæmi þess að það var tekist á í flokkunum en ég held að sé rétt sem þú segir núna, ég held að flokkunum hafi aldrei verið mikið stýrt að ofan eins og er núna og það eru ýmsar ástæður fyrir því. Já, ég sé fyrir mér að það gæti verið bara heilbrigt í sjálfu sér að í þessu litrófi stjórnmálana því að allir eru að tala að við þurfum meiri fjölbreytileika fjölbreytileikin hlýtur að eiga rétt á sér á vettvangi stjórnmálana eins og annars staðar að það væri heilbrigðara ástand að flokkar sem skilgreina sig til hægri eða til vinstri myndi
blokkir og vinni saman heldur en að vera við það í því umhverfi sem við erum í núna, þar sem allt í einu hrærigraut og það í rauninni daglega verið að fremja sko svik við kjósendur þessara flokka með málamiðlunum geysilega mikilvæg mál og þetta verður enda til dæmis í því að ríkissjóður rekið núna með viðvarandi mjög alvarlegum halla og þrátt fyrir eignasölu, þannig að við tekjum eignasölunni í burtu þá líklega 100 milljarða halli á ríkissjóði þessu ári, næsta ári ráðgert. Og nú aðal áherslan að selja Íslandsbanka og fá þá einhvern pening í kassan sem verður þá hægt að eyða það ekki fyrir kosningar. Bara kasta á bálið. Já, þannig að það alls konar freistnivandi þarna sem að verið að búa til og við sjáum það núna, Gunnar Smári, í kortunum að Áslaug Arna sem að tjáði sig núna, held ég að yfir í síðustu viku hvað hún sagði fyrir sér að loknum kosningum, þá talaði hún í rauninni sama mynstur, það að segja að hún sér fyrir sér núna stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Samfylkingar sem að þýðir aftur áframhaldandi málamiðlunar stjórnmál þar sem að allar línur þurrkast út og þetta í rauninni verður þá bara svona einhver útgáfa af hreinræktari valdapólitík einhvers konar þar sem að menn vilja bara fá ráðherrastóla og sitja í þeim. En þú talar þetta samgróning í íslenskri pólitík og þá náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn þar bara innsta megin. Miðflokkurinn, að þú segir allir flokkar á þingi séu litar að þessu og miðflokkurinn náttúrulega að hluta til klopningur út úr Framsóknarflokknum sem hluta fjórflokknum og svo eiginlega hefur að þróast út í það að vera hálfgerður klopningur út úr Sjálfstæðisflokknum þannig að hann sækir þangað mikið af forystusveitinni hefur verið í Sjálfstæðisflokknum áður og en svo kemur þú með þinn flokk sem þá ekki fortíð að þessu leyti. Það er einn munur á þessu flokkum. Vissulega. En ef að segjum að þetta sé svona, hvað myndum við segja, er þetta íhaldssama hægrið? Ég meina Viðreisn er hægri flokkur en hann er svona ekki alveg að þessara tegundar. Já. Er þetta þá þannig að við erum með Sjálfstæðisflokkinn, til hægri við hann erum við Miðflokkinn og til hægri við hann erum við með flokkið þinn, Lýðræðisflokkinn? Já, ég hef lýst þessu þannig að það hefur átt sér stað hliðrun í íslenskri pólitík. Sjálfstæðisflokkurinn hefur kosið að víkja sér undan sínu sögulega hlutverki og í rauninni orðin einhvers konar sósíaldemókratísku flokkur sem að... Þetta ekki mín upplifun sko, ég held að Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri hafi verið svona kristilegu demókrataflokkur sem að viðurkenndi velferðaríkið og að sömuleyti beygði sig bara undir hugmyndarlegan sigur sósíalismans á eftirstríðsárunum með uppreisn Eimreiðarklíkunar og tilfærslu yfir í nýfrjálshyggjuna að þá finnst mér sko Sjálfstæðisflokkurinn hafa farið til hægri og dregið raunverulega allt litrófið með sér. Samfylking Kristrúnar Frostadóttur, ef þú berð hana til það sama við Alþýðuflokki 1956 eða eitthvað svoleiðis, að þá ég held að myndi bara allir taka andköf ef að kæmi ykkur fram með stefnu Alþýðuflokksins 1956 og myndi kalla það bara argasta kommunisma eða kæmi með þeim í samfylkinguna þannig að samfylkingin kannski miklu líkari bara Sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já, það getur verið en ég hef skoðað... Við horfum á þetta frá sikkurðu sjónarhorninu. Ég horfi á stjórnmálin færast í bara hraðlest til hægri en þú horfir á það sem hraðlest til vinstri. Já, ég hef borið saman ræður Bjarna Benediktsson eldri og ræður Bjarna Benediktsson yngri og ég hef borið saman ræður svona eldri formanna Jóns Þorlákssonar og Ólafs Thors og svona og það sem að ég sé út úr þessu að í svona stórum dráttum að á fyrri tíð töluðu menn út frá gildismati sem að ekki var svona gegnsýrt af peningahyggju og ég held sér rétt hjá þér að það er eitthvað til í því sem hún segir þetta að vera kristilegu demókrataflokkur því að maður sér svona áherslur í átt til þess að við viljum varðveita íslenskt tungumál, varðveita kristinn sið og þá siðmenningu sem hér hefur byggst upp, varðveita íslenska menningu og þetta er mjög sterkur þráður í öllum þessum ræðum, gömlu ræðum.
það sem að ég hef lesið út úr ræðum Bjarna alveg geysilega mikil áhersla á efnahagsmál, á vexti, á stöðu ríkissjóðs og allt þetta. Þannig að ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hafi farið út af sporinu í því að verða svona ofboðslega fixeraður á efnahagsmál. En vanrækt það sem að við getum kallað þennan svona, já, við getum kallað hann íhaldsþráð. En líka fólk sem með mér í þessari stofnun ekki bara íhaldsmenn, það líka þarna frjálshyggjumenn sem að telja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi algjörlega farið út af sporinu hvað það varðar í samstarfinu við VG með því að þenja svona út ríkið, með því að hækka skattana, með því að siga eftirlitsstofnunum á fyrirtæki og einstaklinga, að þá hafi svona þessi frjálshyggja, við skulum kalla það hér, og leið frjálslindi, klassískt frjálslindi látið undan síga og íhaldsþráðurinn, þannig að í rauninni sé lítið eftir af kjarna Sjálfstæðisflokksins, hugmyndafræðilegum kjarna, annað en kannski þessi fókus á það að ræða peninga. Og ég ekki upptekinn af peningum. Ég væri ekki á þessari vegferð ef að peninga væri mitt aðal áhugamál. Ég í þessa hugsjón. Með mér í þessu er hugsjónafólk. Ég held að það sé það sem vantar í íslensk stjórnmál. Það er fólk sem vill af hugsjón leggja sér fram og ekki að hugsa þetta því að það vantar vinnu eða haldi það sér þægilegt að vera inn á þinginu, vilji fara til útlandis og fínt fólk og eitthvað svona. Við erum með svo mikla perlu í höndunum sem Íslandi og íslenskt samfélag að við þurfum að reyna að verja þetta með einhverju móti og við viljum leggja okkar á mörkum á þessum grunni sem vissulega, já, íhaldsstefna. Við viljum verja það besta sem við höfum fundið fyrir því versta sem við höfum séð. Við viljum halda í heiðri þessu klassíska frjálslyndu málsfrelsi, það að átta okkur á því að við höfum ekki höndlað allan sannleikann, það að leyfa öðrum að komast að borðinu með sína rödd og við viljum verja þessi borgaralegu mannréttindi sem að stjórnarskráin okkar mæli fyrir Og sem að þér finnst Sjálfstæðisflokkurinn ekki gera? Sko nei, þeir hafa ekki gert það í nægilega miklu mæli og við höfum séð það til dæmis gerast að forsætisráðherra hefur ítrekað, allavega fyrri forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, gælt við hugmyndir hér hvað kallaði hann þetta, varandi tjáningafrelsi, einhvers konar eftirlitsnefnd undir merkjum, hvað heitir þetta, hatursorðræðu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur átt þátt í því að hafa hér á fóðurum dýranefnd sem heitir fjölmiðlanefnd, það sem hefur að mínu viti verið grafið undan tjáningafrelsi fremur en hitt og ég bara mjög ósáttur við það hvernig að þessu hefur verið staðið og ég hef alveg gert fólki það heyrin kunnugt. En ef við förum yfir þróun eða hnignun Sjálfstæðisflokksins, ef við förum til Bjarna Benediktssonar eldri að þá var þetta íhaldssamur þjóðurnis sinnaður hægri flokkur. Síðan kemur nýfrjálshyggjan og hann tekur hana upp og nú erum við komin í eitthvað annað þar sem að nýfrjálshyggjan yfirgefin í algjöra varðstöðu hagsmuni hinna ríku sem að ég hefði náttúrulega líta á að væri bara að stefna nýfrjálshyggjunar. Það eiginlega, þetta gaggbylting hinna ríku sem og þannig Sjálfstæðisflokkur Bjarna Benediktssonar eldri. Þú getur verið í Sjálfstæðisflokki Bjarna Benediktssonar eldri. Já. Algjörlega. Og eitthvað svona fram eftir. En þessi flokkur sem í dag, hann ekki við þetta hæfi. Nei, alls ekki. Ég las einhvern tíma bók sem heitir Revolt of the Elites og þar verið að fjalla það að í raun og veru horfum við núna upp á landslag í stjórnmálunum þar sem að hinn ofurríku og hinn ofur valdamiklu hafa í rauninni tekið stjórnmálaflokkana kverkataki og fjölmiðlana kverkataki. Byltingar í klassískum skilningi hafa náttúrulega komið úr grasrótin. Við þekkjum þetta bara frá Frakklandi, Bandaríkjunum og víðar. Það sem að í rauninni yfirstéttin bara rutt út og hún fangelsuð og hún var farið alveg auðvitað hræðilega með margaðir og hálsögnir og skotnir og svo framvegis. Ég ekki að mæla því neina bót. Eins og yfirstéttin hefur yfirlega gert við lágstéttina. Já, og svo
núna séum við þá að horfa upp á það að það sé gaggbylting að eiga sér stað. Hún að vísu svolítið hljóðlát og hún dylst mörgum, en valdastofnanir samfélagsins, hvort sem það heita stjórnmálaflokkar, fjölmiðlar, embættismannakerfið og hvar það er, að það sé í rauninni yfirtekið af þeim sem að hafa fjárhagslegt og pólitískt vald í sínum höndum, hafa komist yfir það með ýmsum leiðum, meðal annars með massífum áróðri og ég hef miklar áhyggjur af þeirri þróun og ég vil ekki sjá það gerast. Ég er nú málsvari lýðræðis og tjáningafrelsis og ég vil að hinna vinnandi stéttir, þar með þeir sem að reka lítil fyrirtæki á Íslandi, átti sig á því hvað er að gerast og skattpíningunni og öllu því sem er á ferðin. Og ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn hafi, eins og því miður allir aðra stjórnmálaflokkar í Íslandi, brugðist vinnandi fólki í því að koma á fót hér þessari ofboðslegu skattvæðingu og þessu ótrúlega plássfreka opinbera kerfi sem soga til sín fólk og fjármagn. Það sem er enginni eins og síðustu áratuga er það að það hefur verið lækkaðir skattar á fjármagn og fyrirtæki og sérstaklega á allra ríkustu fjármagnseigendurnir og allra stærstu fyrirtækjanna, að þeir hafa það miklu betur í dag, borga miklu lægri skatt núna heldur en fyrir 30 árum. Það eru kannski miðlungsfyrirtæki og minni fyrirtæki sem að borga miklu meira, meðan þess út af tryggingagjaldi og einhverju fleiru. Og svo bara allur almenningur sem að borga miklu meira. Já, og það sem að ég get ekki mótmælt þessu og ég hef talað við fólk úr öllum stjöttum núna síðustu, þetta eru orðnir svo margir mánuðir síðan ég lagði af stað þetta forsetaframboð og að ég skynja það að það er alveg til fólk á Íslandi sem líður alls ekki illa í því umhverfi sem við erum í. Það er til fólk sem hefur það sem betur fyrir mjög gott, en þeir sem að bera sig mjög illa eru þeir sem eru atvinnulausir, öryrkjar. Það hringdi einn í mig í gær, hann bara var grátandi í síman. Fólk er allstaðar að bugast í íslensku samfélagi. Ég heyri þetta bara daglega. Það færist upp tekjustigan, við sáum það í könnunum að það sem var kannski fyrir 2-3 árum var 15 sem að sagðist ekki sjá ná endur saman, að nú er það komið yfir 40% og við erum farin að nálgast það sem að var í hruninu. Sem að ég held að talan hafi farið upp í 47%. Við erum bara komið nálægt því. Einmitt, og þú veist, og ef þú talaði við fólk, bara ég var talað við kona minni við bara kvöldverðarborðið í gær og hún var að segja mér, hún hefði hitt 2 fullorðna einstaklinga sem hefði var að gráta bara í fundarherbygginu og ég var að segja henni að ég hefði upplifað þetta sama þennan dag og þetta er eitthvað sem ég held að við eigum að hafa áhyggjur af. Ég held að stjórnmálamenninur okkar séu einhverju loftbólu. Þeir séu í rauninni í sínum ráðherrabílum og sínum ráðherraskrifstofum ekki í nægilega góðum tengslum við það sem er að gerast. Og þú nefnir þá sem eru ríkastir. Ef þú hlustar á það hvernig til dæmis er talað á stað sem að má víst ekki nefna í pólitískri orðræðu, fólk segir við maður má ekki segja þetta. Ég ætla samt að segja þetta. Í Davos. Það er bara staðreynd að stjórnmálamenn og ríkasta fólk heimst hittist í Davos, það vita allir. En það má ekki segja þetta af einhverjum ástæðum og viðkvæmt og eitthvað svona. En það sem að orðalagi sem er notað þar er public-private partnership. Og það sem við erum að horfa á er þá ekki í raun og veru alvöru frumkvölar, svona entrepreneurs í klassískum skilningi, heldur er þetta political entrepreneurs sem eru veittur aðgangur að opinberum sjóðum og margt í því sem að gerir hina ríkustu ríkari er fólkið í því að þeim er veittur aðgangur að skattpeningum fólks. Við sáum þetta gerast í COVID-inu, það sem að sumir eruðu alveg ofsalega ríkir á að selja ríkinu tiltekna vörur eða lyf og milljarðar eruðu til í vössum fyrirtækja sem höfðu þennan aðgang, public-private partnerships. Þarna þurfum við að hafa áhyggjur. Auðvitað er það þannig á Íslandi, allir vita sem hafa augu til að sjá að það er til svo mikil spilling, þetta heitir bara spilling, þetta heitir, sumir kallar þetta einkavinamæðingu og maður kallar þetta ýmsum nöfnum, en eins og bara, tökum bara dæmi, við starfrækjum eitthvað, það er eitthvað nefnd, það er Grindavíkur nefnd,
sem af einhverjum búrókrötum eða vinum þessara flokka sem sitja í og fá mörg 100.000, kannski jafnvel 2 milljónir fyrir að sitja í þessa nefnd tæplega á mánuði fyrir að hafa með höndum eftirlit til dæmis með því hverjir fara inn í Grindavík, hverjir ekki. Við erum með borgarlínu hér, fólk á launum við að undirbúa þetta glórulösa bull sem að borgarlínan Þar hafa streymt út tugir ef ekki 100 milljóna nú þegar í verkefni sem kannski verður aldrei að raunveruleika og á ekki að verða raunveruleika. Við erum alls konar nefndir út allan bæ. Þetta eru bitlingar auðvitað og það er að veita fólki aðgengi að þessu og síðan náttúrulega eins og verðum við ekki gleyma því samningarnir sem að ríki er að gera við stórfyrirtæki víðsvegar bæinn. En Alda, þú lýsar svona þróun í samfélagi sem einhvern veginn þannig að okkur eða foreldrum okkar og af tókst að búa til almannavald sem að gat hlutast til það hvert samfélag okkar var að þróast. Þau byggðu upp velferðaríki og reyna að byggja upp svona almenna hagsæld og almenna velferð og það var svona samkomulag í samfélaginu að þetta væri markmið, að reisa upp þá sem voru veikir, þannig allir hefðu frelsi í sínu lífi til þess að verða það sem við vildu. Auðvaldi sætti sig ekki við þetta, vegna þess að þetta þýddi náttúrulega að það var stilt upp almannavaldi gegn auðvaldinu og það hægt og bítandi náði völdum yfir stjórnmálaflokkunum, náði völdum yfir fjölmiðlum, kæfði svolítið háskólana og eitthvað fleira, þannig að það verður að svona eintóna talum að það sé einhver ein leið sem á að ríkja og smátt að næra auðvaldi tökunum yfir ríkisvaldinu. Ríkisvaldi, allt sem ríkisvaldi gerir er ekki til þess að bæta almannahag, heldur til þess að styrkja hina allra ríkustu, eins og þú ert að tala þegar þú ert að nefna þetta þá er bara rétt hjá er hús sem einhver verktaki á sem að skatturinn leigir af. Ég held ég að við reiknaði á síðan tíma að eigandi fær andvirði húsins á 8 ára fresti til sín í gegnum leigu tekjurnar. Þannig það er bara, og við sjáum það í fjármálatíð Bjarna Benediktssonar að til dæmis að fyrirtæki geta sótt sér þar svona þróunar og nýsköpunarstyrki og þetta er komið út úr öllu út fyrir allan þjóðaborg það eru 17 milljarðar eitthvað sem að renna þarna út og OECD segir allir ekki hafa neitt eftirlit með þessu og það bara vaða allir í og þá ertu annars að koma með það sem ég vil stundu kalla bara alræði auðvaldsins að bara allt í samfélaginu er bara miðað þörfu þess og hinn almenni maður og smærri fyrirtæki og fleira eru eiginlega valdalaus í samfélaginu eða þá að vera komin í það sem er kallað þjófræði að það sé komin bara einhver bara stemming í samfélaginu að bara komast og reyna að ná sem mestu af skattfénu bara til sín og þú segir að þetta er ekki entrepreneur svona á gamla skólanum, þetta er bara lið sem ætlar bara að sækja peninga til sín úr almannasjóðum. Þetta er ekki össur sem að finnur upp einhverja hulsu til þess að nota á njánum á okkur og auðgast af því. Þetta er bara fókusin er það að vera nálægt stæðstu peningauppsprettunni sem er bara ríkissjóður og þau bara safna þar halda stjórnmálafólkinu og stjórnsýslunni svona nærri sér þannig að þú ert bara að lýsa þessu, þetta er ólíkarkismi og þetta er að vera að eyðileggja okkar heimshluta. Já, veistu það, ég get verið sammálaður að mjög mörgu leyti og ég ætla að koma aftur á því og eftir, en sko þú notar orðið eins og auðvald og hvað var hitt orðið sem þú notar yfir ríkisvaldið eða velferðarkerfið. Almannavaldið. Almannavaldið. Það er lýðræði, sko. Já, þú notar orðið auðvald annars vegar og almannavald hins vegar. Það var hugmyndin að almannavaldið stýrði ríkisvaldinu. Ég er ekki að segja að ríkisvaldið sé almannavald. Þegar að almannavaldið að lýðræðisvettvangurinn er virkur og nær að stýra ríkisvaldinu, þá getum við byggt upp samfélag. En þegar að auðvaldið nær tökum á því og ríkisvaldið nær völdum yfir ríkisvaldinu, þá þjónar náttúrulega bara auðvaldinu. Já. Ég myndi kannski nota orð eins og einkaframtak í staðinn fyrir auðvald og ég myndi nota kannski orð eins og embættismannakerfi eða skrifstofuveldi eða eitthvað utan það sem þú kallar almannavald og út frá þessu... Þú setur að lýðræðisinn, þannig að þú hlýtur að trú almannavaldinu. Já, auðvitað hef ég það. En ég er líka á þeim stað og þar kannski það er gott að átta sig á því hvar við erum kannski ekki alveg á sömu blaðsíðuna. Ég hef svona áhyggjur af því að þetta skrifstofuveldi og þetta almannavald sem þú kallar og ég myndi kalla skrifstofuveldi fara að lifa sjálfstæðu lífi og soga til sín fjármagn og orku
og fara að íþyngja bæði einkaframtakinu og þar með samfélaginu öllu. Þetta eru mínar áhyggjur. En ég vil segja síðan í framhald af því að það sem þú nefnir og það sem þú ert að lýsa í rauninni ekki ósvipað þeim áhyggjum sem að ég hef að það sem að gerast er að þetta tvennt, það að segja ríkisvaldið annars vegar og síðan þetta sem þú kallar auðvald og ég myndi kalla Við getum ekki hafnað auðvaldinu, ég meina það er örugglega gríðalegt vald peningum. Já, en þetta tvennt. Þú nefndi Davos sem að auðvaldir fer með stjórnmálafólki bara eins og strengjabrúður. Já, það er alveg rétt. Þeir bjóða stjórnmálafólkinu á sinn fund. Stjórnmálafólki sækist eftir því, það kemur og krækir þráðunum í öxlina á sig til þess að láta leika með sig. Já. Þannig í staðan fyrir að stjórnmálamennir, þessi menn fá óskeftir að komast á fund stjórnmálamanna til að kræki þá, þá eru orðin svo sterkir að þeir eru farin að bjóða stjórnmálamönnum til Sviss á sinn fund. Þannig að þú getur ímyndaðir hvar valdið í rauninni þá liggur í slíkum heimi. Þannig að ef við leggjum til hliðar svona einhverja stimpla það hvað við köllum þetta, þá ert þú að lýsa stöðu sem ég hef líka áhyggjur af, sem svo staða að reglusetningavaldið og hið pólitíska vald og embættismannakerfið sé gróið saman við peningavaldið og að þetta tvennt, þegar þetta gerist og þetta hefur gerst auðvitað oft áður í mannkynssögunni að þá er orðin til óvættur sem er í rauninni orðin háskalegur hinum almenna manni og ég segi við sjálfa mig og alla sem að vilja heyra það að lýðræðisflokkurinn er í rauninni anti-establishment flokkur og þeir hafa sagt, þetta hefur verið mikið til umræðu erlendis og það er frábær kollegi þinn svona þáttastjórnandi, heitir Neil Oliver. Kannastu við hann? Nei, ekki. Skoti og flyttur svona ræður fyrir fram að myndavél og hann segir átakalína stjórnmálana í dag liggur ekkit endilega eftir línu sem við köllum hægri annars vegar og vinstri hins vegar. Heldur eftir því sem að við köllum ertu establishment flokkur, styðuru þessa samgróninga alla áfram. Ertu sáttur við það að embættismannaveldið og peningaveldið séu gróin svona saman eða ertu fremur á þeirri línu að þú viljir berjast gegn þessu. Og við þekkjum þetta við. Þetta gerist í Þýskalandi á 4. áratugnum að Hitler í raun og veru sem fulltrúi hins pólitíska valds tók hið peningalega vald og óluða við brjóst sitt. Og það sama gerðist í rauninni eftir rússnesku byltinguna þar sem að Lenin og rauninni hans kollegar tóku peningalega valdið í faðm sér með þjóðnýtingu og það kallar ríkiskapitalismi af sósíalistum. Já, og þetta bara eftir sátu náttúrulega bara satt almenningur svona ekki bara pólitískt valdalaus, heldur með tíð og tíma efnahagslega valdalaus og kreppa byltingar eða uppreisnir, ofbeldi sem að síðan, og veistu hvað við erum að horfa á hérna? Við erum að horfa á það sem ég kalla annars vegar óstjórn. Þetta birtist í tvennu. Þetta birtist þegar þetta komið á þetta stig sem við erum að tala um hér í þessum samgróningum. Þá birtist annars vegar í óstjórn í því að ríkisvaldið og peningavaldið láta í rauninni ákveðna málaflokka afskiptalausa. Það sem hefur gerst til dæmis og við sjáum þetta gerast í útlendingamálunum, í bara rosalegu innstreymi fólks. Við sjáum þetta gerast í óstjórn í fjármálum ríkisins. Við sjáum þetta með því að það fer rosalega orka og peningar í eitthvað sem heitir loftslagsmál. Þetta er óstjórnin. Síðan birtist þetta líka í því að þetta sameinaða vald beiti sér af mikilli hörku og þá getum við kallað ofstjórn í því að setja reglur það hvernig við megum lifa. Hinn almenni borgari á að taka þessi lyf, má lesa og heyra þessi sjónamið, má kannski ferðast með því að nota þessi farartæki, má verður að gefa skýrslur
þetta, hvað varðar sína hegðun, að fylgst með öllu mögulegu, að mér sé að fylgst með tjáningu fólks í svo skuggalega ríkjandi, vaxandi mæli. Og þegar við erum komin á þennan stað, það annars vegar það óstjórn og hins vegar ofstjórn, eins og við sáum í Þýskalandi eftir að nasistar náðu völdum og kommunistar náðu völdum í Rússlandi, að þá endar þetta með því að það orðið til toxískt stjórnmála umhverfi og landslag stjórnmála á landsvettvangi, að það enda með því að einhver segir, krakkar, við getum ekki búið þetta lengur. Það fólk sem rosalega reitt og fólk sem telur sig rosalega kúað, og það þessum fylkingum að fara að ljósta saman. Það bara eitt svar við þessu, og svarið harðstjórn. Þannig að uppskriftin sem við erum að sjá verða til, og ég vona að þú sért sammála mér með að við viljum ekki að raungerist, það eru ský og ógnir harðstjórnar sem að við sjáum í rauninni birtast á meginlandi Evrópu í sem sagt ýmsu því sem hvernig talað í hálfu Evrópusambandsins, bæði hvað varðar tjáningafrelsi og hvað varðar orkunotkun og fleira. Og við sjáum þetta líka raungerast í svona ofboðslega hlaðinni púðutunnu sem vestanhafs og gæti sprungið með alveg hræðilegum afleiðingum fyrir Bandaríkjamenn og allan heiminn í þeirra pólitíska umhverfi og svona rosalega spennuhlaðið. Og við sjáum þetta raungerast í Austur-Evrópu og sjáum þetta í Ísrael og víðar, þar sem að bara það að hlaðast upp að svona skelfileg innri spenna sem að annarkur springur eða þá einhver segir það verður að kæfa þetta með ofríki. Og þú upplifir það að við séum eiginlega svona ögurstund og það sé núna tími til aðgerða og líka á Íslandi, ekki? Já, aðgerða, þá á ég náttúrulega við friðsamlegra aðgerða. Við verðum að breyta stefnu. Já, áður en að þetta leiðir okkur inn á mjög erfiðar brautir. Fólk segir við mig að það má ekki tala svona, það svo mikil, einhver blaðakona sagði við mig daginn, það svona þungi eða svona drungi því hvernig þú talar. Heimsenda spámaður. Já, en ég meina, ef við horfum bara á þróun, við sjáum að Evrópusambandið á efnahagslega mjög á fallanda fæti. Bara allar tölur, Draghi var beðinn að skila einhverju skýrslu og hann skilaði bara því af sér að þetta liti ekkert mjög vel út, og hans svar var við þurfum meiri Evrópuvæðingu, við þurfum meiri samruna. Þegar all ljósin og kennileitin ætti að segja okkur að ástæðan fyrir því að þetta að þróast í þess átt að það hefur verið að valdsvifta hinn almenna mann, það hefur verið að taka lýðræðið úr sambandi, það hefur verið að kæfa rödd margra í þessu stóra umhverfi, og til dæmis eins og myndi fara fyrir Íslendingum 400.000 manns tæplega, ef að stefna okkur inn í 400 milljón manna samfélag, þá getur menn ímynd sér hvað rödd okkar, hvernig hún myndi drukna þar. Og við sjáum það í Bandaríkjunum, hvernig þið raunir búið að skera lýðræðið af rótinni og hvernig flokkarnir eru orðnir bara stofnanavættir og hvernig peningaöflin í rauninni hafa náð, sérstaklega þetta augljóst í tilviki Demókrataflokksins, að meira segja Harris, það var ekki málinu var ekki hleypt á því nálagt þeim stað að það ætti að fara að kjósa eitthvað innan flokksins hver ætti að taka við af Biden. Þannig að við sjáum mjög svona háskalega þróun og í átt frá lýðræði, og ég vil segja það að minn flokkur, þessi nýji flokkur, myndi vilja beita sig mjög fyrir því að það verði oftar beitt hér því sem við getum kallað beinu lýðræði, vegna þess að þegar Svandís Svavarsdóttir fann að tala það á fundi Vinstri grænna núna í gæri í dag, að flokkurinn þurfa að fara að finna aftur grassótina sem hún augljóslega búin að tapa fyrir og týndi fyrir mörgum árum, og Ögmundur sagði við mig fyrir mörgum árum að það búið að skera VG af rótinni þannig að hann hvorki vinstri né grænn, hann á bara að heita hreyfingi framboð. Sjálfstæðisflokkurinn verið skorinn af sinni rót, að þá rauninni eina svarið sem almenningur hefur beint lýðræði. Ég vil nefna eitt dæmi. Nú, ef þú flettir fjárlögum fyrir árið 2025, þá gert ráð fyrir 7.000 milljörðum í vopnakaup.
Þetta íslenska ríkið. Og ef að Íslendingar hefðu haft vita á því að kjósa mig sem forseti, það hefðu ekki, þá hefði ég velt því alvarlega fyrir mér. Er þetta eitthvað sem ég sem forseti á að skrifa undir? Það er verið að hvetja forsetann til að skrifa ekki undir þetta. Þetta er inn í fjárlögum, þannig að það er svolítið flókið og verið að hafna fjárlögum sem er svolítið þungur biti fyrir forsetann. Vissulega. Það væri En þetta er alvarlegt mál. Ég meina pælt í því, það sagði við mig kunnugum maður þessum málum að 300 milljónir duga fyrir 2 flugskeytum. Og þetta eru rakettur sem skotuð á loft kannski með 2 sekúndna millibili. 300 milljónir. Og bara þeir halda æfingar. Það eru alltaf að halda einhverja NATO-æfingar hérna á Íslandi og þá er verið að eyða bara á 1 mínútu. Mörg 100 milljónum í að skjóta upp svona raketum. Herðu, gagnrýni þín á svona yfirtöku, það sem ég vil kalla auðvaldið, á svona stjórnsýslunni, stjórnmálaflokkunum og svona fær ekki góða hljómgrunnin í sjálfstæðarflokknum, en það er sjálfstæðarflokkurinn bara miðjan í öllu þessu, þannig það er kolkrabbinn, hann á heima þarna, og kolkrabbi er náttúrulega bara nafn á vanhelgu tengslum viðskipta og stjórnmála. En miðflokkurinn, stundum lætur miðflokkurinn eins og hann sé svona hinn hreina sál sjálfstæðarflokksins, að hann sé eiginlega gagnrýna sjálfstæðarflokkinn fyrir það að hafa brugðist sinni stefnu og þeir séu eiginlega hreinni í, það ekki fram í ríkisfjármálum og svona ýmislega svona gagnrýni þeirra frá hægri og Sigmundur hefur meðal annars sagt sem svo að það sé gott fyrir sjálfstæðarflokkinn að hafa miðflokkinn til þess að minna á hvað er ætti að vera. Ég er bara velta að vera með hver er staða miðflokksins af þessu sem þú ert að lýsa, þessari svona heimsmynd sem þú ert að lýsa. Er miðflokkurinn þá bara kannski eitthvað svona útgáfa á sjálfstæðarflokknum þarna inni í kerfinu eða er miðflokkurinn flokkur sem væri líklegri til þess að taka einhverja beygju í landsstjórninni? Að breyta stefnu? Já, ég vil hafa trú á fólki, ég vil trúa því að sá dagur komi að sjálfstæðisflokkurinn finni aftur fjöluna sína, finni merkið sem hann á að hafa á lofti en hefur lagt niður. Ég held að miðflokkurinn geti verið gagnlegur í því tilliti að minna á mögulega eitthvað í þessu samhengi. Í viðræðum mínum, löngum viðræðum mínum við þess að ágætum enn í miðflokknum kom í ljós, eins og ég sagt, að þeir vilja vera miðflokkur. Þeir vilja í rauninni ekki skilgreina sig sem hægri flokk. Ég hef sagt, við þurfum borgar... Þeir eru augljóslega hægri flokkur. Já, þeir vilja ekki skrifa undir það og það er ýmislegt sem að þeir vilja ekki ávarpa í pólitíkinni, sem að ég væri tilbúin að ávarpa. Og kannski af því að við erum ekki kerfisflokkur, við erum ekki á ríkisjötunni og viljum ekki vera það. Við viljum helst hafna ríkispeningum, komumst við til áhrifa í íslensku stjórnmálum. Það er erfitt fyrir flokk sem er á spenanum að fara að tala gegn kerfinu, ég átta mig á því. Við viljum í lýðræðisflokknum, við viljum ráðast í meiriháttar aðhald og niðurskurð hjá ríkinu. Við viljum nota... Hvað viljum við brjóta niður velferðarkerfið? Nei, við áttum okkur á því auðvitað að það er kannski auðvitað mikilvægt að halda upp einhvers konar stofnunum sem að halda utan á þá sem veikast standa en vandinn eins og við sjáum þetta er að þessar stofnunum hafa bólnað svo út og það fór allt úr reipunum hérna í COVID-inu. Þá eins og öllu aðhaldi hafi verið sleppt, allt er ekki með halla, stofnanirnar þenjast út, það er ráðið endalaust mikið af fólki, stofnanirnar farnar að reka hér alls konar einhverja furðulegar auglýsingaherferðir, íslenska ríkisstofnanir eyða mörgum tugum milljóna í sjónvarpsauglýsingar til hvers, þetta er óskiljanlegt. Litlar ríkisstofnanir koma með almannatengla á launaskrá í þeim eina tilgangi virðist vera að minna á sig okkar fjárveitingavaldinu. Allt þetta verður bara að fara í og skera niður og ég geti búið til og við erum að búa til lista bara við stofnanir sem að við teljum að eigi í rauninu bara að skera niður og jafnvel bara að loka. Ég vil nefna hér Ríkisútvarpið, ég hef nefnt það. Ég vil nefna sennilega gagnslausustu ríkisstofnun sem til sem er fjölmiðlanefnd. Ég vil að það sé komið böndum á þetta og ég treysti mig til að tala um þetta út frá klassískri frjálshyggju og ég vil að sá niðurskurður sem að verði hægt að leiða þannig inn í kerfið, honum verði í rauninni bara
beint aftur í formi skattalækkan og við erum að tala alvöru skattalækkanir, 20% skattalækkanir í heilbrigðiskerfi og menntakerfi og innviða skuldina sem kölluð það sem hefur verið að svelta grunnkerfin sem kannski samkomulagi í samfélaginu að halda gangandi. Það er fullkomið samkomulagi í samfélaginu að hafa hér sterkt heilbrigðiskerfi en stjórnvöld hafa bara ekki sinnt því og sveltað og ég hef lýst þessu. Þetta eru margir 100 milljarðar sem eiginlega skuld sem var ekki veitt inn í þessi kerfi til þess að geta veitt hinnum allra ríkustu skattaafslátt. Já, ég segi bara, í mínum huga þetta ekkert flókið. Ríkið á að sinna ákveðnum grunnþáttum, þá að sjá halda upp í friði, þá að verja frelsi fólksins, þetta grunnþættirnir. Síðan getum við mögulega verið sammála það að ríkið eigi að sinna öðrum hlutverkum svo sem vegakerfi, heilbrigðiskerfi og menntamál. Þú ert ekki alveg viss það? Ég er ekki til dæmis viss að ríkið... Þú ert bara að hafa löggun og herinn og... Já, ég vil hafa... Næturvarða ríkið. Já, ég segi, grundvallaþættirnir friður og verja frelsi. Þetta aðalatrið. Að ríkinu hefur ekki gengið vel að sinna menntakerfinu. Það bara, þetta kerfi gjaldþrota. Þú menntaði þig? Já, ég reyndar var svo heppinn að ég var menntaður mikið í eldhúsinu heima hjá mér og ég var í erlendum skólum sem unglingur og ungu maður. Það hefur nýst mér en ég vil segja að bara kerfi sem að getur til dæmis ekki kennt almennilega ungum drengjum að lesa bara gjaldþrota og komið okkur endastöðu. Þú lærði að lesa í eldhúsinu heima þér? Ég lærði að lesa í eldhúsinu heima hjá mér. Þannig það kannski vandamálið frekar en skólakerfið. Eldhúsinu okkar ekki nógu góð. Ég get tekið undir það. En svo vil ég segja, í framhaldi af þessu, að ríkið fara að vasast í alls konar hlutum sem það á ekki að vera að vasast í. Það að eyða peningum í einhverja hluti sem á ekki að vera að eyða peningum í. Og við veitum þessi ekkert það hvert allar þessar milljónir sem eru að fara í loftslagssjóð í útlöndum, hver þetta endar. Að það sé verið að eyða 1000 milljóna í vopnakaup eitthvað sem ríkið á ekki að vera að gera, hefur ekki umboð til. Og ég vil að ríkið hætti þessu og einbeiti sér í þessi stað því sem á að gera og getur gert sæmilega vel. Og í mínum huga mikið svigrúm til þess að bæta og breyta og koma til móts við þessa aðila sem þú nefndir, lítil fyrirtæki, vinnandi fólk í landinu og þá sem að verst standa. En þú vilt lækka skattana hjá lágtekjufólkinu? Já, og ég vil lækka skattana hjá þessum litlu fyrirtæki sem að berjast hérna í bökkum. Ákveð þarf virðisaukaskattur á Íslandi að vera 24-5% þegar hann getur verið einhvers staðar nær 10% annars staðar. Það ekki næsta nágrein okkar. Ég meina, ég held að Íslendingar gerir þá kröfu ríkisvaldið og svona samfélagi sem við búum í, velferðaríki sem við búum í, miði við til dæmis löndin í Skandinavíu. Og þar náttúrulega skattheimtan hærri fyrir okkur. Við erum með stjórnvöld sem hafa kosið það að innheimta minni skatta af auðugustu fjármagnseigundunum og stærstu eigundum stærstu fyrirtækina. Við erum með lægri innheimtu á sköttum hjá þeim heldur en í öðrum og það fyrst og fremst okkar velferðarkerfi, það velferðarkerfi hinna ríku. En almenningur alltaf að miða við hvernig fólk hefur það í næstu löndum og vill hafa það bara svipað. Akkurat leigjandi hér ekki hafa sambærilegt réttarkerfi og leigjendur í Danmörku og Noregi og Svíþjóð og akkurat við ekki hafa svona sambærilegt húsnæðiskostnað þar og akkurat ekki vera sambærilegt heilbrigðisöryggi ef að ég veikist og annað slíkt eins og bara í næstu nágrannlöndum. En þá segum við viljum ekki hafa alveg svona gott vegna þess að við þurfum að gefa Þorsteini Má aðeins betri skattaafslátt. En svo náttúrulega á móti mætti spyrja, er fólkið sem að vinnur hjá þessu velferðarkerfi, það endilega betur til þess fallið að ráðstafa okkar peningum heldur við sjálfur? Þeir betri í því að finna að vita hvað okkur fyrir bestu? Eða það annar möguleiki að lækka þessa skatta til samneyslunar og treysta fólki til að ráðstafa sínu fé sjálft? Það væri frekar mín leið. Að bara láta fólk frá ávísun til þess að ráðstafa í heilbrigðiskaup? Já, bara lækka skattana til þessara samneyslu, til þessa kerfis sem að fara svo svífurlega illa með peningana. Ég kalla það glæp gegn fólki þegar það fara að kaupa vopn til að nota í útlöndum. Að segja bara fólk, við ætlum að skera niður í öllu þessu kerfi og við ætlum að treysta ykkur til að ráðstafa ykkur eigið sjálfsafla fé.
eins og ykkur hendar. Það getur vel verið að þið ætla að eiga þig. Heilbrigðisþjónusta og menntaþjónusta bara á markaði? Nei, ekkit endilega. Ég segi bara, fókuserum á þá, ef við ætlum að gera samning það, við viljum verja sem mestu til heilbrigðisþjónustu og vonandi í það að bæta menntakerfið, þá setjum við peningana í það, en skerum niður eins mikið og hægt til annara ónauðsynlegra þátta sem að leka út úr ríkiskassanum á alla kanta. Er það ekki? Jú, ég meina það bara sjálfsagt að fara yfir ríkisreksturinn bara eins og gert bara allstaðar. Ég meina þetta raunverulega kannski bara að vera 5% ríkisreksturinn til endurskoðunar á hverju ári. Já. Þú veist, þurfum við að hafa þetta svona og... Já. Er í íslenska ríki, að þú vilt bera þetta saman við erlend ríki, getur það hugsast að við séum með einhverjum móti með óskilvirkara kerfi, óhagkvæmara, að sé að fara peningar í furðulega hluta á Íslandi pæli, þú nefnir Norðurlandi, þeir eru að kaupa þotur, herþotur. Þeir eru sannarlega að kaupa rándýr vopn sem við erum ekki að gera. Hvað skýrir það að við séum á pari við þessi norrænu ríki hvað var að skattheimtu en við fáum lélegri þjónustu? Hvert eru peningarnir að fara? Já, það er sjálfsagt að skoða það. En það er bara oft þessi gagnrýni notuð til þess að brjóta niður velferðarríkið sem náttúrulega grundvallaratriði fyrir þá sem eru á miðlungstekjum og þar fyrir neðan að geta lifað sómasamlegu lífi að hafa svona hinn ríki, hann getur bara keypt sér heilbrigðisþjónustu ef hann vantar, hann getur keypt menntun handa börnunum sínum ef hann vantar og hann er bara varaauður en veran en það á ekki við venjulegt fólk og þess vegna ákvað fólk í okkar heimsluta að byggja hér upp velferðarkerfið og það var bara sátt það. Já, en eins og bent hefur verið á og Tómas Sóel hefur nú bent á að það er ekki með góðum móti hægt að hafa velferðarkerfi starfandi sem á að þjóna þá íbúðu landsins en vera á sama tíma með opnar flóðgáttir og taka við fólki alls staðar á heiminn. Það er bara ekki hægt að reka velferðarkerfi nema að fá fólk hér annars staðar frá til þess að sinna því. Við erum bara í þeirri stöðu við verðum ekki með leikskóla hérna, það verður ekki þrifnir grunnskólanir okkar, við verðum ekki með heilbrigðiskerfi, við verðum alveg örugglega ekki með öldrunarþjónustu ef ekki hefðu hingað komið mikill straumur erlends fólks. Þetta er alveg rétt, já. Þeir eru að vinna, þetta fólk er að vinna á leikskólunum og allstaðar. Já, þannig það er eiginlega öfugt. Þú getur ekki rekið velferðarkerfi nema að hafa opin landamæri. Já, nei. Hagfræðikenningarnar eru nú ekki að mæla í þessa átt. Hvorki, og Kristrún Frostadóttir eru ekki sammálaðir með þetta. Nei, ég bara þakka fyrir það. Þetta er bara eins og reku tryggingafélag, Gunnar Smári, að þú heimtir iðgjöld af þeim sem eru viðskiptavinir og daginn sem þú ætlar hins vegar að fara að borga út bætur til þeirra sem að hafa ekki greitt iðgjöldin þá ertu komin inn á braut sem leikur lóðbeint í gjaldþrot. Sá sem kemur hingað og fer að vinna segjum bara ræstingakona hérna er á Grand Hotel. Veistu, hún borgar bara frá fyrsta degi borgar hún útvarpsgjald. Vissulega. Hún skilur ekki orða því sem er að segja í þessu útvarpi. Hún borgar útsvar öfugt við mannin sem á Grand Hotel sem borgar ekki neitt af því hann er með alla sína tekjur í fjármagnstekjum, borgar ekki til samfélagsins. Hún borgar á fyrsta degi, hún borgar skatt og ef hún veikist okkur ættum við ekki að veita henni þjónustu. Og þetta er margbúið að rekna þetta að það sem að innflytjendur borga inn í kerfið er miklu meira heldur að taka það út. Að sumilegt er það vegna þess að þau eru á betri aldri, það er ekki margir aldraðir þarna, það er ekki margir mikið af börnum, þannig að þau eru á miðjum aldri þar sem út að borga mikið inn í kerfið en ertu að taka lítið út úr því, sérstaklega þú átt ekki börn. Ragnar Örundarsson hefur verið að fjalla þetta og mér sýnist að hans niðurstaða sé svo að þegar, segjum að hinga komi einstaklingur 45 ára, bara svona miðum aldri, starfi hér þá í þessi 25 ár sem að full starfsæfi, hættir 70 en er ekki komið full lífeyrisréttindi og þá þarf að bæta það upp með ýmsu öðru móti af almannatryggingakerfinu. Og Ragnar sýnist mér vera þeirra skoðunar að þetta sé ósjálfbært með öllu og muni leiða til þess að þetta velferðarkerfi okkar muni ekki standa undir sjálfu sér þegar að framlíða stundir. Það er við erum með uppsöfnunarkerfi, það sem að dæmi lítur svona út. Í öllum löndum í kringum okkur er gegnumstreymiskerfi
Og þá þið bara lítið svo á að þegar þessi 45 ára maður, innflytjendur koma reynda flesti svona 30, það langflesti sem eru þar, það eru til dæmis fáir sem koma svona seinta á á starfsæfinni, þannig að heilt yfir þetta ekki sett vandamál. En í löndunum í kringum okkur lítið svo á að þegar þessi maður orðin 70, að þá einhver annar 45 ára mættur á svæðið sem að mun borga eftirlaunins og þannig gengur þetta koll eftir koll. Og það bara gegnumstreymiskerfi sem allar þjóðir í kringum okkur hafa bara sætt sig við og lifa ágætlega við, hafa stundum áhyggjur af öldrun þjóðarinnar og þess vegna þurfa að fá svona innspýtingu vegna þess að fæðingartíðin hefur fallið. Þess að þetta ekki spennandi samfélag sem að nýfrásökin hefur búið til. Það allt og þegar búið að brjóta niður velferðarkerfin þá horfir ungt fólk fram á það að það að eignast barn bara orðið svo mikil bara fjárhagslega áhætta að eignast barn. Að því að við erum búin að eyðileggja þessa dreifingu milli kynslóðana, þannig að við erum hætt að styðja barnafjölskyldunar eins og við gerðum með barnabótum og vaxtabótum og húsnæðisbótum með því að veita þeim aðgang að ódýrum námslánum til þess að þau getur menntað sig. Þau koma skuldu út úr skólanum og eru uggandi framtíðina, eru á jaðri vinnumarkaðar og húsnæðismarkaðar, föst inn í einhverju leigum og við erum að sjá fall í fæðingartíðinni. Lausnin á þessu, ef við horfum til sögunar, að hafa ennþá meira streymi á milli kynslóða, þannig að þú ert á besta aldri, börnin eru svona við það bara að fara að heiman, þannig að þú ert með litla framfærslubyrði á hátindi starfsæviðinnar, þú ert bara að borga háa skatta sem að hluta til færu að styðja Arnar Þór 20 og 25 ára við að koma sér upp fjölskyldu og húsnæði og öðru slíku. En það verið að brjóta þetta og niðurstaðan í því verður það að fæðingartíðinni fellur. Það ekki vegna þess að útlendingarnir eru að taka matinn á diskum okkar. Já, sko, ég skil alveg hvað þú fara. Ég myndi hins vegar að segja að sko velferðarkerfið sem hefur verið byggt upp geti mögulega verið að brjóta sér sjálft niður með því að verða of þungt, of dýrt og þar geti líka þrifist alls konar vinavæðing. Það verið til dæmis fróðlegt að skoða bara heilbrigðiskerfi, hvaða vinavæðing er í gangi þar varðandi bara innkaup og annað slíkt inn í kerfið. Það er eitt. Númer 2, að því hún nefnir sko gegnumstreymiskerfið, að það er mjög áhugavert að fylgjast með umræðu beggja vegna Atlantsála núna, því að það er rétt sem þú segir að Evrópuþjóðirnar hafa byggt sína framfærslu núna og sitt módel svolítið á gegnumstreymiskerfi og hleypt þá inn alveg geysilega mörgum innflytjendum, en núna það að gerast, gerst í Þýskalandi, að mér sýnist að Þjóðverjar segja að við ætlum að loka landamærunum okkar. Við viljum ná stjórn á þessu. Alternativ for Deutschland sem segir það? Nei, býtu, var ekki frétt það að þeir ætla að taka sig út úr Schengen-svæði. Já, það er komið innra eftirlit inn í allri Evrópu. Þannig að það er núna krafa, Þýskalandi og mörgum löndum Evrópu. Það er ekki krafa að loka landamærun. Það er landamæra eftirlit. Það vita hverju kom inn og hverju fyrir. Nákvæmlega. Þannig að opingáttar stefna sem við höfum aðhylst hér á Íslandi sem pínlítið samfélag og tiltölulega viðkvæmt fyrir öllu innstreymi í formi glæpamanna sem hafa skotið hér rótum og náð að fara að starfa. 10-12 glæpahópar erlendir talið. Að auðvitað eðlilegt að menn hafi eftirlit með hlutunum og mér sýnist líka í Bandaríkjunum sem að líka hafa byggt sitt módel, hagfræðimódel á innflutningi, að það er bara allt í einu orðið mainstream umræða í Bandaríkjunum, það er að skrúa fyrir þetta innstreymi. Vegna þess að það eru nefnilega, þú ert nú í sósíalistaflokknum og ég veit að þú leggur mikla áherslu á allt sem heitir peningar. Það er nú svolítið skrítið og ég reyna að skilja sósíalismar að því leyti. Það er ofsaleg áhersla og svona fókus á allt sem heitir peninga. Nei, við séum brauð og rósir til þess að benda á það. Þetta snýst ekki bara um peninga, þetta snýst þetta lífsgæði almennt, frelsi mannsins, til þess að blómstra í sínu lífi og njóta góðs lífs. Já, en það hefur nú kannski ekki verið saga sósíalismans með gott líf og rósir. Þetta hefur nú verið bara... Saga sósíalismans frá sjónarhóttni hægrisins, hvert fólk til þess að taka það með fullu varað. En það er svo bara áhugavert að skoða þessa umræðu, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum, að núna menn farnir að tala eitthvað sem heitir bara menningu, öryggi, tungumál, samstöðu og eitthvað svona. Og að þetta innstreymi með ekki vera svona hratt, það með ekki vera svona stjórnlaust því að við verðum að
hlúa að okkar fólki og það það sem að stjórnmálin væntanlega ganga út frá þegar einn félagi minn var svo reiður við mig þegar ég var að mótmæla orkupakkanum árið og ég segi við hann viltu þá senda orkun alla til Evrópu og hann segi bara já ok, ég sagði við hann prófa að búa til stjórnmálflokk og bjóða það, setja það loforð að selja íslensku orku til Evrópu þannig að allir Evrópumenn eigi aðganga kerfum, sjá hvernig það gengur í lýðræðislegum kosningum. Kosningar á Íslandi ganga út á það að verja hagsmuni þeirra sem hér búa og borga skatta, hlúa velferðarkerfinu og búa í haginn fyrir börnun okkar. En ekki einhverju svona að fólk geti flust hingað og tekið þátt með okkur í að byggja samfélag. En viltu hafa þetta, hvað sérðu fyrir þér? Viltu hafa 50.000 manns á ári eða meira 100.000 manns á ári? Hvað sérðu fyrir þér? Það eru til dæmis að fáið sem koma hingað sko. Það var sjálfstæðisflokkurinn bauð hingað sérstaklega fólki frá Venezuela og svo ríkisstjórnin og alþingi fólki frá Úkraínu og það eiginlega það sem að jók hælisleitendur Íslandi. Það svona almennur straumur hælisleitendur Íslands bara svo lítill að það eiginlega valland tekur því að tala hann sko. En ekki samt verið að segja, var ekki fréttunum daginn að það svo eins og stjórnmálaflokkar tali þannig eins og þetta er stæðsta vandamálið, þannig að þeir vilja beina sjónu fólks að því, ekki á hnignun menntakerfisins, heilbrigðiskerfisins, vegakerfisins og niðurgrotningu innviða, ekki á óréttlæti skattkerfisins, þar sem að hinn fátækur að borga háa skatta og meðan hinn ríkur að borga lága skatta. Þau vilja beina athyglinni að því og benda okkur á það að eitthvað komulist fólk sem hinga leitar ásjár að það sé vandamálið. Það vilja hvetja okkur til þess að brjóta brúna yfir ána til þess að hinga komi ekki fátækt fólk. Já, og reynsla okkar af innflytjendum á Íslandi er mjög góð. Ég veit ekki hvort að reynsla innflytjenda af Íslandi sé eins góð. Það hefur komið fram í til þessi könnun á OECD að það eru færri sem að tala íslensku hér af innflytjendum heldur en þjóðtungu nokkurs annars lands annars þar. Og það bendir til þess að Íslendingar hafa ekki sinnt því að aðstoða fólk við að læra íslensku. En þeir eru alltaf að gera kröfur að þeir sem hinga komi að aðlaga sig að þeir eru einhvern veginn að bara verða eins og við á þess að þeir fái nokkur stuðning til þess. Við tökum skattana af fólkinu, við tökum útsvarið af fólkinu og veitum þau sára litla þjónustu á móti. Þannig við ættum kannski að skoða það. Já, það sjálfsagt að skoða þetta allt, en var ekki einhverju fréttum daginn að vera að segja að næstu 2 árum farið 30 og eitthvað milljarðar í þennan málaflokk, hælisleitandi. Ég bara rannsaka hvernig sjálfstæðisflokkurinn fyrstulega hann fara að rannsaka eitt. Hann byrjaði á að segja að vera 15 milljarðar sem fer í þetta. Svo sagði hann 20, svo sagði hann 25 og ég minnum daginn hafi sagt 36 milljarðar. Inn í þessari tölu myndi ég halda það að þeir meinuðu fólki frá Venezuela að vinna og svo eru þeir að flytja það út með einhverju lögreglufylgd og öðru slíku. Þannig að umfangið í kringum þetta, vegna þess að við sjáum að umsóknir hælisleitendur eru ég held að þessi komið 56% samdráttur frá því í fyrra. Já, en þetta samt háar tölur. Já, býtu, samt eru þau að segja okkur, kostnaðurinn tvöfaldaðist. Hvernig má það vera? Ef það koma helmingi færringað, af hverju þá tvöfaldur kostnaður? En þau eru aldrei spurðað þessu. Já, það allavega ekki blöðum það fletta. Þetta að kosta íslenska ríkissjóð. Hvað að kosta? Himinháar fjárhæðir. Það læknisþjónusta, húsnæði og alls konar bara uppihald ef að svo væri, þetta væri uppihald Arnar Þór, ef þetta væri uppihald að þá myndi upphæðin lækka helming þegar umsækjendum fækkar helming. Þannig það eitthvað annað í þessu því að kostnaðurinn tvöfaldast á sama tíma og umsóknum hæli það helmingast. Já, ég meina það eitthvað stjórnlaus óstjórn þarna hjá sjálfstæðisflokknum. Já, ég veit ekki hver ber ábyrgð á þessu en bara margir lögreglumenn að fylgja fólki úr landi koma í flugvelli í útlöndum á grundvelli Dyflinnar reglugerðarinnar og viðkomandi síðan bara komin í næstu flugvél aftur til Íslands. Þetta náttúrulega ímyndaður kostnaði, dagpenningana, flugmiðana og allt það. Þá sæjum við aukningu í umsóknum hæli, en það ekki. Já, við höfum nú samt sem áður verið með að fá inn alveg geysilegan fjölda fólk sem að biður hér hæli og við buðum fólki frá Venezuela og Úkraínu. Já, það reyndar ein myndbirting embættismanna væðingar stjórnkerfisins þar sem einhver úrskurðarnefnd allt í einu tekur ákvörðun þetta. Það var Útlendingastofnun sem ákvað þetta fyrst. Svo þegar Útlendingastofnun breytt stefnu, að þá kom úrskurðarnefndin og sagði nei, þið megi ekki breyta stefnu.
nema þessi ykkur breytta forsendur. Já, en sjáðu, þannig þetta var pólitísk ákvörðun Sjálfstæðisflokksins að bjóða hér fólki frá Venezuela og þetta gerði því tíð stuttum dómsmálaráðherra tíð Þórdísar Kolbrúnar. Ef þetta embættismenn sem að taka þessar ákvarðanir, getum við kennt samt stjórnmálamannunum Nei, Útlendingastofnun tekur ekki svona drastíska ákvörðun í fyrsta skipti í sögunni að bjóða fólki frá ykkur ríki í Suður Ameríku að koma hinga og fá 4 ára vernd. Það gerist ekki nema með blessun og samþykki ráðherrans og við vitum á þessum tíma var Þórdís Kolbrún og Guðlaugur Þór í einhverju geimi með Pompeo og Trump-stjórninni ætluðu einhvern veginn að vera með valdaskipti í Venezuela og þetta bara pólitískt rugl. Já, það kann að vera. Og kostaði okkur þessi ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar að hleypa sig gegn, ætlum við ekki að byrja að kosta okkur kannski svona 70 milljarða. Já, einmitt. Og en bara, staðreyndin er þessi að flestir sem koma til Íslands hafa lent einhvers staðar áður á þeirri leið og þau ríki er rauninni skuldbundin til að veita þeim þá vernd hugsanlega sem þau eiga rétt á. Þannig að Íslendingar þurfa í rauninni ekki að taka þátt í þessu kerfi. Við erum eiga hérna norður í hafi, fullvalda, við eigum til dæmis eins og í tilviki þess að blessaða drengs, Jassan hann daginn, bara eigum við að geta snúið fólki við þar sem hann hefði geta fengið betri þjónustu á Spáni. Finnst þér ekki að við eigum að taka á móti fólki sem það er þjóðamorð á Gaza? Já. Alveg svo var þjóðamorði í Þýskalandi Þriðja ríkisins. Finnst, og við í Íslendingar tókum ekki á móti gyðingum, vísuðum frá hafnarbakkanum. Finnst þér að við eigum ekki að taka á móti flóttafólki frá Palestínu? Jú, mér finnst sjálfsagt að við gerum það. Við verðum hins vegar að gera þetta bara á grundvelli reglna sem í gildi og það var til dæmis ekki gert í tilviki hans. Þetta sýndi aftur einhvers konar óstjórn í þessum málaflokki, hvernig fólk bugaðist undan pólitískum þrýstingi og þetta vekur í rauninni satt segja hjá mörgum varðandi það hvað framtíðin kann að bera í skauti sér þegar að við erum með fólk í þessum störfum sem er ákvarðanafælið og virðir í rauninni ekki þær reglur sem að sjálft á að vera að vinna eftir. Pældi, við erum með í rauninni ráðherra í ríkisstjórn Íslands sem að fleiri en tveir hafa voruð uppvísir að því að brjóta gegn reglum sem þeim er ætlað að vinna eftir. Þeir eru raunir framkvæmdavaldshafar og eiga að framkvæma lögin að gera það ekki. Svandís braut náttúrulega svo gróflega af sér gagnvart Hval að það verður náttúrulega meiri átt að skaðabótamál og mun kosta ríkið, ég vil ekki hugsa það til enda hvað það mun kosta. Þannig að það sést að við leifum þess að gerast. Ég var með samlíkingum daginn að þetta veri leikmenn í íslenska landsliðinu. Í hver skipti sem lendi undir pressu, þessi ráðherrar, þá færu þeir að fá sér bara rauðspjöld eða gul og undir velinu kringumstæðum verður þessu fólki skipt út af en það bara heimtar að fá að vera áfram. Herðu, hægrið er svolítið splundrað. Segjum bara akkur er Bergþór Ólason, þú, Jón Gunnarsson, Eyjólfur Ármannsson í flokki fólksins. Akkur er þið ekki í sama flokki? Sko, er þið ekki bara meira og minna sammála flest? Ég held að ef við sætum með svona borð gætum við örugglega verið það. Hitt er annað mál að það getur verið blæbrigða munur á því sem við viljum segja og það getur líka verið eins og í viðræðum mínum við miðflokkin og innan Sjálfstæðisflokksins að sumt einhvern veginn sé þannig vaxið að menn telja að það megi ekki ávarpa. Það eru heilagar kýr inn í kerfinu og stundum þarf bara nýjar og ferskar raddir til að stinga á þeim kýlum sem að fyrir eru. Þannig að endurnýjun í mínum huga er ekki af því vonda. Það hefur orðið endurnýjun í íslenska flokkakerfinu frá því að bara í rauninni sögur hófust. Einhver sagði við mig daginn að á 8 ára fresti hafa 2 flokkar dottið út að meðaltali. Það kann að vera að loksins renn upp svo tími að til dæmis Framsóknarflokkurinn og hugsanlega Sjálfstæðisflokkurinn sjái það að þeirra tími er að verða útrunnið því að þeir ekki erindi lengur. Þeir eru bara kannski farin að þjóna sínum flokks eigendum. Og þá er ekkit óeðlilegt þó að það verði endurnýjun, ég meina þetta er ekki trúfélög, er það? Og menn geti þá sameinast í nýju félagi. Ef þú værir með fótboltadeild, því ég veit þú eru áhuga á fótbolta
og það var alltaf bara sömu 4 liðin að keppa eins og voru örugglega fyrstu árum í íslensku deildinni, KR, Fram og Valur og IA kannski, að þetta ekkit skemmtilegt til lengdar. Hvað að því að það kom inn nýji búningar, nýtt fólk, nýjar raddir, nýjar áslur, ný leikkerfi. Ég er með nýtt leikkerfi, ég vil spila á hægri vangnum, ég vil ráðast að vörnum þessa gamla trénaða kerfis með nýjum leikaðferðum og ég vil bara eiga rétt til þess að fólk sé að pína mig til þess að vera í einhverjum trénuðum flokkum sem að hlusta ekki lengur á grassrótina. Það sem að grassrótin er í rauninni týnd og þau viðurkenna. Svandi segir, við erum að finna grassrótin aftur. Ég er með grassróta fólk með mér, fólk sem hefur hugsjónir, fólk sem vil leggja sig fram, fólk sem vil gefa vinnuna sína, fólk sem vil bæta íslenskt samfélag, bæta hag þeirra líka sem eru verst staddir með því að rétta fólki hjálparhönd og koma þeim á lappir, ekki með því að gera það sem sagt ölmusu fólki. Ef að VG sprengir ríkisstjórnina helgina og það verður boðað til kosninga, ertu tilbúin? Já, ég held ég geti verið það og við getum verið það. Við erum komið það langt á leið að ég held að við getum verið það, já. Hörru, Arnar Þór, gaman alltaf að tala við þig og teksta svolítið í þér. Kæra þakkir og gangi vel. Takk fyrir. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Það er komið að neytendahorninu, Benjamin Júlían Mettur. Hæ hó. Verkefnastjóri í verðlagseftirliti Alþýðusambands Íslands. Heldur betur. Já. Herðu, það er náttúrulega verðbólga er á leiðinni niður út af niðurfellingu gjalds fyrir skólamáltíðir og skólagjöld í Listaháskólan og aðra svona sjálfstæðar háskólastofnanir. En það má líka sjá eða ekki að sko svo hækkun á matvöru sem hafði verið og einkenndi kannski síðastliðin vetur, að það er allur vindur úr henni. Já, það er sko núna yfir svona síðsumari þá vorum við að sjá bara verðlækkanir hreinlega á matvöru og það hafði alveg áhrif inn í verðbólgutölunar. Það var mjög lág verðbólga á mat í ágúst og september. En við en það væntanlega fer svona aftur í eðlilegt horf myndi ég giska á núna. Nýjasta vísbendingin að veturinn ber eitthvað í skauti sér er þessar hækkanir sem við vorum að sjá núna bara í þessari viku frá Sláturfélagi Suðurlands. Það getur verið að einhverja verðskrár verði núna uppfærðar sem að mun þá hafa áhrif. Ég meina þetta eru vörur sem eru vega þungt í vísitölunni. En það er sláturtíð, í gamla daga var það þannig að það var ákom bara nýtt verð á hausti. En nú er kannski sláturtíðin er náttúrulega fyrst og fremst bara lambakjötið og lambakjötið er náttúrulega miklu minna vægi núna en var sko þegar ég var ungur til dæmis. Að ég held að meira borða svíni og kjúkling og guðmötu hverju ekki heldur en lambakjötið. Og það er verð aðhald erlendis frá líka bara bæði út af innfluttum kjötvörum en líka bara út af því að þú getur alltaf skipt yfir í eitthvað annað þegar þið finnst kjötið verið orðið og dýrt. Já, en þeir eru samt að hækka. Þeir eru að hækka, rak bara augun í þetta að það voru að hækka verð bara í gær og í fyrradag á svo gott sem eiginlega öllum katalógnum hjá SS þar sem við vorum að skoða. Þau selja líka 1944 tilbúnuréttina og þeir voru að hækka líka eitthvað örlítið minna en þetta er svona 5% hækkun kannski svona þvert yfir. Og finnst þér það að vera hækkun sem er bara í takt við hækkun og aðföngum eins og þetta? Það er meiri hækkun en launahækkunin í ár. En það þarf að spyrja Sláturfélagi hvernig þau borga fyrir sína framleiðslu en ég meina væri náttúrulega betra ef þau myndu ekki hækka verðin til þess erum við að vinna vinnuna. Já, þú segir sko 5% hækkun eitthvað, ég meina verðbólgan er cirka þar, ekki þar? Það er þá með húsnæðisliðinu reyndar? Já, jú. Þetta er verðbólga síðustu 3 mánuði sko ekki nema 1,3%. Það er alltaf verið að tala um þessi 5,4%. Það er út af gamalli hækkun
Já, ef við skoðum yfir síðustu mánuði þá verðbólgan í matvöru ekki það há, sko. Það er ekki mikil hreyfing á hann. Sem gerir stýrivextina svo stjartfræðilega að það er raunvexti stýrivexta held ég sé 7,3% miðað við verðbólgu síðustu 3 mánuða sem að ég held ég á öllum tímum bara kallaðir okurvextir, sko. Já. Raunvextur upp á 7%. Já, algjörlega. Herðu, en ástæðan fyrir því að minni hækkun í matvöru sem að við vitum það ekki alveg. Það gæti verið eitthvað svona áhrif af svona verðhjöðnun erlendis frá að því að svona verðbólgan hefur farið niður hraðar þar í okkar helstu viðskiptalöndum. Það gæti spilað inn í það. En svo náttúrulega sem er svona mest spennandi náttúrulega innkoma prís. Já. Með þess að einu búð. Það sést líka í þessum tölum. Þegar ég var að skoða SS-vörurnar þá tók ég einmitt eftir því að í 1944 réttunum að þeir 1944 réttir sem eru seldir í bónus, þeir eru bara örlítið dýrari í krónunni, eða í rauninni á de facto sama verði. Það er 1 krónu sem að... Já, eitthvað svoleiðis. Og en hinir réttirnir sem krónan selur sem þú finnur ekki í bónus, þeir eru talsvert, það verið, maður getur ekki sagt að þessi dýrari í bónus, þeir eru ekki til í bónus, en ef við skoðum núna prís til dæmis, til samanburðar í staðinn fyrir bónus, þá er verðmunurinn á milli krónunar og prís meiri á þeim vörum sem eru ekki til í bónus, heldur en á þeim vörum sem eru til í bónus. En á hverju er mismunandi úrval af 1944 réttum? Er það bara því að bónus tekur bara inn minna af þeim og hinir taka meira? Mögulega bónus er líka með sína eigin sérframleitu bónusrétti sem að koma frá einhverjum öðrum framleiðanda held ég. Og og það getur verið að þá ekki sambarlega vöru frá Grónagrauturinn til dæmis komið þá kannski frekar og var það bara man ekki hvað fyrirtækið það var. Það er alveg dottið mér. Mögulega eitthvað svona þykkvapæðir eða eitthvað þannig. Það er ekki þannig að SS, ef að þú ert krónan, að þá letið þið fá réttina sem allir eru með og þú þarfst að passa það á. Svo færðu rétti sem hinn er ekki með, þar sem þú getur náð álagningunni inn bara. Já, ég meina það er það sem, án þess að vita ásetningin á bakvið, þá er það greinilega það sem er að gerast og ástæðan fyrir því að við vitum það er vegna þess að þegar að prís opnaði núna í ágúst og þetta er einmitt það sem þú segir með áhrifin af nýjum samkeppnisaðila er að sko, við vitum verðin í krónunni á þeim réttum sem voru til í prís, þau tuttu niður eftir að prís opnaði. Þannig að krónan er alltaf prís en líka bónus, en þau bara ná ekki að komast jafn nálægt prís eins og þau eru venjulega gagnvart bónus. Og það er ennþá þannig að það eru vörur sem eru inn í prís sem eru umtalsvert ódýrari en annars þar. Já, og þessi réttir eru fínt dæmi það. Það er alveg talsverður munur þarna. Sko. Þannig að ef þú nennir ekki elda og settir yfir 1944 rétt þá átt að kera í prís. Já, og kaupa millubrauði sem ég held að sé ennþá jafn ofsalega ódýr þar eins og það var þegar það var. Ég mæri þetta ekki með að fólk kaupi millubrauð. Það er hægt að kaupa Aleppo-brauð. Það er ekki svona stórt brauð og raunverulega komið í eldspýtustokk. Aleppo bakari, þau eru líka að selja kílóbrauð undir merkiprís og það er líka selt á 299 krónur. Og það er meira. Og þú finnur það bara, þú heldur á þeim að það er meira sem þetta. Og þau eru 250 grömmum þyngri. Sem ekki eins mikið loft eins og en svona samkeppni á sínum tíma þá kom Costco inn á markaðinn og var bara umtalsvert ódýrara í mörgum flokkum. Ég man bara eftir það maður kom heimsótti fólks og þá var bara allt inn komið bara risa bakkar af jarðarberjum og eitthvað svona. Það sem kostuði bara eitthvað 20 krónur. Já, eitthvað svona. En síðan með tímanum að þá er náttúrulega verðmunurinn á Costco og hinum búðunum ekki mikill. En hversu hratt gerðist það? Ég held nefnilega að það hafi tekið svona eins og 1,5-2 ár. Já, einmitt. Það er allavega ekki ennþá merkjum þetta í prís. Prís hafa lækkað verð síðan þau opnuðu. Það er heildar bara yfir allar vörurnar þeirra þá er lækkun frá opnunum degi og það er einhver handfull af vörum sem hefur hækkað í verði. Þannig að enn sem komið er bara er þetta ekki sjáanlegt. Og áhrifin af þessu, ég hef nefnt hérna áður að bónus var að elta einhverjar af vörunum þeirra niður, en þar kemur aftur sama spurningin með krónuna, hvað með allar vörurnar sem þau eru ekki í beinni samkeppni við. En krónan til dæmis er kannski með einhverjar af þeim og krónan elti prís allavega hálfa leið þegar með þessa 1944 rétti og við þurfum þá bara aðtuga með allar hinna vörurnar. Ég bara rétt náði að púsla þessu saman í morgun. En er mikið að gera í prís? Þú þarft að fara þangað ekki því að þeir eru ekki með svona
Þeir eru ekki með rafræðin sko. Ég náttúrulega svo heppinn að vera með kollegar sem eru líka að hlaupa á milli búðana að tekka á verðinum. Þannig að ég þarf ekki alltaf að fara þannig. Ég hef farið talsvert oftar þangað að skanna heldur en ég hef farið að versla. Og það var í öll skipti nema 1 var mjög mikið að gera, en síðan fór ég bara í sumarfrí í september og þá fór ég ekki í prís. En veistu það hvert plani hjá þeim? Plani hjá þeim að bara festa þessa búð í sessi? Eða að planið sé að selja búðina? Nei, að rúlla út fleiri búðum. Ég held að, ég veit ekki með það, hún hefur sagt, þetta er núna svolítið áhugavert, framkvæmdastjóri prís hefur sagt að þau ætli bara að vera með lægsta verði. Það er þeirra loforð núna og ég hef ekki heyrt Bónus lofað í digur barkarlega eftir að prís opnaði að þau ætla að vera með lægstu verðin eins og þau gerðu áður. En spurningin er nefnilega líka hvort að það sé eitthvað ráð í því mögulega að hafa færri búðir. Það er náttúrulega óhagkvæmni í því fyrir fólk sem þarf þá að keyra lengri vegalengdir. En ég tók eftir í fréttum bara síðustu daga að Eirberg sem að voru með búð í Kringlunni þangað til Brandar. Þau tóku eftir í að veltan í þessari einu búð sem var þá eftir var bara meiri heldur en í hinum búðunum samanlagt áður. Samanlagt? Já, þau sögðu bara heldarveltan jókst. Þeir lokuðu bara? Þau ákveða að fara ekki aftur í Kringluna. Færa bara starfsfólki upp og stækka við sig þar. Og spurningin er, ef þú ert með 15 búðir á höfuðborgarsvæðinu, hvort að það sé mögulega þó að það líti út á Excel-skjalinu eins og það sé framleitt í hverri verslun, þá er mögulega vit í því að fækka þeim eitthvað aðeins ef að markmiðið þitt er að vera með lægsta verðið og þetta er bara sama og með sjálfsafgreiðslukassan og allt hitt að þú leggur aðeins meira á viðskiptavininn í skiptum fyrir að hafa aðeins lægra verð. En svo eru búðina líka misstórar að ég býð þarna niður í bæ og fer í Bónus í Kjörgarði. Hún er náttúrulega ekki alveg fullburða bónusbúð Nei. Og svo líka því að hún er niður í bæ að þá hefur vöru úrvalið aðlaga sig að túristunum. Akkurat. Og þar leðandi hún er eiginlega enn síður bónusbúð. Og það maður myndi halda það að segja væri erfitt að reka þá búð með sama hætti og stæðstu bónusbúðnar. Já, einmitt, og það er ekkert sem segir að þurfti að loka öllum nema einni. En það er bara áhugavert módel, sérstaklega þegar við erum að reyna að kynna undir einhvers konar samkeppni, að keðja sem hefur sagt að hún sé með lægsta verðið, Bónus, sem hefur samt verið með alveg mígrút af verslunum út allar trissur að það er hægt að keppa við hana kannski með þessari aðferð að vera með færri verslanir og allt í einfaldasta módelinu bara. Allt í einfaldasta módelinu og þá, ég meina, Bónus er ennþá til á mörgum stöðum þannig en fólk nýtur góðs af því að geta vegna þess að þau reyna enn að keppa allavega einhverju leyti við prísum verð. Svona hafa líka allar keðjur byrjað eins og Aldi og fleiri sem byrja bara á að vera með vörur á brettum. Akkurat. Og selja bara stundum byrja á vörum sem eru með langan líftíma. Já. Til þess að draga úr sóun og öðru slíku. Ég held að Aldi hafi byrjað þannig að það voru eiginlega bara þurfara sem þau byrjaði. Já, akkurat, og þú sér þetta líka í búðum eins og 10-11 þar sem að þau bara selja næstum því bara innpakkaða hluti. Gott fyrir ruslara. En við vitum ekki alveg kannski að þau bara fá forsvarsfólk prís til þess að koma í spjallið okkur. Þegar Costco kom og var með áberandi lægra verð að þá eldu íslensk, ég held að það hafi ekki verið hægt að sjá það sem að þú sér núna, áhrifin af prís, að aðra búðir hafi eld Costco. Ég held að En það er ekki hægt að elda alla leið. Það er markaðsráðandi aðilar, þeir sem að sitja fyrir á sessi, þeir hafa bara miklu takmarkari heimildir til þess að elda alla leið niður. Þau mega ekki fara niður fyrir framlegð, þau mega ekki borga með vörum og það er bara fínt að séu hömlur á það. Það er gott að hafa greiðar dyr inn í markaðinn fyrir nýja aðila. Þannig að, en það er bara líka frábært að sjá að prísi enn að stefna niður og við frekarinn upp. Hins vegar er náttúrulega maður lyftir brúnum þegar maður sér að samkaup sig að íhuga að kaupa bara prís. Það er náttúrulega einn af þessum risum á íslensku markað og maður veltir fyrir sér hvort það væri samkeppniskvetjandi að það myndi gerast. Og það er þekkt að það er svona business model þeirra sem eru að koma sér fyrir
á markaði að sprikla eitthvað og býða þá til að stóri kallinn kaupir. Þetta bara startup hugafærið sko. Já. En varðandi það hvort að prís muni rúlla fleiri búðum út að þá var það náttúrulega Costco-sagan líklega svo að þeir komu inn og voru kannski með, segjum, 15% lægra verð heldur en hinir, framleið samt upp á slatta, segjum bara 10% og þeir höfðu þess að framleið þarna og valkostur þeirra var að opna nýja búð kannski í milli Grafarholts og Grafarvogs eða eitthvað svona cirka þar og það halda áfram að taka inn þessa 10% framleið eða vera með þessa einu búð og hækka bara upp í vera nálagt hinum og bara vera með tvöfalda framleið á þessar einu búð. Ég menna að það náttúrulega líka sko, það truflar okkur í verðlagseftirlitinu að þau bara eru þvermóðskufull með að bjóða upp á eitthvað sambærilegt við það sem það er mjög erfitt að bera saman að kaupa litla krukku af hnetusmjöri og eitthvað trók sem að þú getur keypt í Costco. Þetta er ekki eðlis svipaðir hlutir og það er líka eins og við segjum með prís og bónus að það er líka ólíkt hvort að búðin sé gerð fyrir fólk sem að getur gengið út í búð eða fyrir fólk sem að þarf bara að keyra í útkörfi til þess að sækja sér í matinn. En þannig að það þau eru bara með svona smá afbrigðilegt módel þannig en þá líka sko þessi óhagkvæmni sem fylgir því að þurfa að keyra þessa löngu vegalengd til þess að sækja það er í rauninni bara fyrir bensínið og svo vonaðu kannski að fólk komi ef að verði það nálægt. Það þarf að vera afgerandi ódýrara. Það dugar ekki þessi eina króna sem er á milli krónum. Og það sem er afgerandi ódýrara núna er náttúrulega bensínið. En síðan verði ég að segja sko að af þeim þessari handfull af vörum sem að ég hef náða bera saman við aðra verslanir þá er Costco með alveg ágætis forskot ennþá sko. Þú veist, ef þú kaupir mjólkurvörur frá MS í Costco þá og hafa farið lækkandi held ég og ég velti fyrir mér hvort það séu prísáhrif líka. Herru, Benjamin, gaman að fá þig og þú ætlar að koma vikulega og segja okkur fréttir frá verðmiðunum. Frá verðmiðunum. Verðmiða fréttir. Kæra þakkir. Takk. Ég sitt áfram og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, helgina verður félag 18. aldarfræði verður með ráðstefnu og það verður að kynnta rannsóknir ungra sagnfræðinga og ég er nú bara búin að fá megnið af þeim við rauðaborðið. Er Unnur Helga Vífilsdóttir og Þóra Einarsdóttir og Kolbeinn Sturla G. Heiðursson. Sum ykkar í námi og önnur eru búin með allavega MR-ritgerð. Herðu, gaman að heyra frá því hvað þið að rannsaka á 18. öldina og allt svoleiðis, en mér langar aðeins að ræða bara svona, ég tala mikið við sagnfræðinga þetta. Flestir allir svona miklu eldri þið. Mér langar aðeins bara að ræða sögu við ykkur, nota tækifærið, því að stundum maður að segja að við lifum á tíma þar sem svona alltaf árið 0 einhvern veginn, þið kannistu þetta svona hugmyndunum nýfrjálshyggjuna að hún vill eiginlega ekki hafa sögu og svona sögu skynjun farið. Mér finnst stundum ég verða að vara við þetta bara í almennri orðræðu, svona sjaldnar vísa til sögunar. Í stundum á ég erfiðleikum með að tala við fólk sem komst til vits og þroska og nýfrjálshyggjarunum. Erfitt að tala eldri fyrirbrigði bara eins og samvinnurhreyfing og það var bara svo skýr ykkur mynd af ykkur svona neikvæðin og ítt út á borðinu þannig mér langaði að því að þið eru svo ung grípa tækifæri og tala bara svona gildi sögunar í samfélaginu auk þess sem ég ætla að fá aðeins að heyra frá erindunum ykkar. Er þetta svona að hafið þið tilfinningu fyrir því að svona söguskilningur, almennu söguskilningur sé veikari núna en kannski var? Við hefum kannski ekki mikið tíma til samanburðar. Hversu mikið tíma hefur þú? Já, ég myndi segja að svona meðal minna jafningja þá hann ekkert eitthvað gríðarlegur, sérstaklega íslenska samhengið sko. Mér finnst fólk almennt ekki hafa
Já, svona djúpan eða góðan skilning á íslensku sögu. Það ríkir ekki beint mikil þekking nýja áhugi endilega meðal kannski einhvern kynslóða. Já, ég held að sé líka bara partur af því að við höfum svona mjög rótgróna söguskoðun það að allt hafi bara verið í volæði hérna fyrir svona 1920 eða jafnvel fyrir seinni heimsstyrjöldina. Söguskilningur sjálfstæðisbaráttunnar. Já, í rauninni. Og það er bara, þú veist, eftir að við fjöllum undir Noreg þá bara allt ömurlegt. Þangað til að fengum sjálfstæði. Við komum hingað og það var frábært, svo mistum við sjálfstæði að það var ömurlegt, náðum við sjálfstæðin aftur og það var aftur frábært, en svo kom hrun. Það er svona í grófum dráttum. Já, það er svona það sem að fólk þekkir mest, sko. Já, það er svona, maður upplifir svolítið svona bil, þú veist, það var einhvern veginn víkingatíminn og það, og svo gerðist ekkert og svo kemur bandaríski herinn og þá einhvern veginn byrjar sagan aftur einhvern veginn. En almenna kannski hugmynd sem fólk hefur á sakfræðin að bara það gerðist ekkert á Íslandi. Já, fólk var bara í volæði og... En samt hafa sakfræðingar dælt út upplýsingum þennan tíma og svona annars konar sjónarhorn á söguna. Það er eins og það bara leki ekki út í almenna stjórnmálaumræðu. Það er bara stjórnmálamenn komast upp með að vera með bara söma söguskilning og Jónas frá Hriflu. Já, en það er náttúrulega bara... Ragnar er nú gott dæmi það sem talar eins og hann bara aldamóti 1900. Já, en það er líka bara, okkur finnst þetta svo þægileg söguskoðun. Það vill enginn fara, við erum bara föst í þessum hjólförum og það er svo erfitt að... Það endurnýjust ekki náttúrulega sem samfélag nema endurnýja sögu okkur, eða ekki? Nákvæmlega, en við erum bara svo föst í þessum hjólförum, þú veist, Danmörk var hræðileg við okkur og þú veist, við gerðum ekki neitt fyrir en við urðum sjálfstæð, þá allt í einu urðum við frábær og æðisleg og fyrir utan náttúrulega þjóðveldisöldina þegar við vorum sjálfstæð fyrir Noreg og allt það. Þannig að fólki finnst þetta rosalega aðlaðandi einhvern veginn söguskoðun að þegar við vorum ekki sjálfstæð þá vorum við hræðileg en þegar við erum sjálfstæð þá vorum við æðisleg. Þægilega einfalt líka. Já, þægilega einfaldur bara við og þau og svona. Það skapar ekki mikið rými til endurskoðunar. Nei. En það ætti að virka ef að við værum öll svona þokkalega sammála það hvert samfélag væri að fara. Þá hefðu við endurheimt valdið frá Dönum og við værum að byggja upp gott samfélag. En líklega hefur sú tilfinningum að það væri eitthvað svona samkomulag í samfélaginu hvers konar samfélag við erum byggjum hefur farið að bresta svona 1980, 90, 2000, 2008 er eiginlega tómt mál að tala það og við sjáum það bara í minnkandi trausti og stofnunum, stjórnmálum það er svo við séum ekkert á sömu leið lengur Nei, en kannski þurfum við nýja sögu. Já, það er kannski bara vandamál hjá okkur að vera ekki að miðla sögunni nógu vel til almennings eða eitthvað, ég veit ekki, kannski er þetta ekki nógu aðgengilegt á nógu góðu mannamáli kannski. Þá svo á síðustu 30 árum þá náttúrulega hafa komað svona nýjir svona endursýn á söguna, fleiri rannsóknir sem hafa kannski komið áskoranir á gömlu sagnaritunina. Þá svona það hefur svona... Bókin Hnignun hvaðan hnignun er alltaf frábært dæmi það. Jú, og það hefur svona sýnt sig sérstaklega bara meira og meira með hverju ári. Það er svona mikil breyting á sagnfræðinni. Já, algjörlega endurskoðun. Það getur líka verið þannig að sagnfræðingar rannsaka söguna og birta bara sína niðurstöður. En svona söguvitund almennings er ekki smíðuð af sagnfræðingum. Heldur að þeim sem að vilja nota söguna í einhverjum svona pólitísku tilgangi inni í bara stjórnmálabaráttu hvers tíma. Þannig var söguskilningu sjálfstæðisbaráttunar til. Algjörlega. Það var ekki einhvern veginn nýjar uppgötanir sagnfræðinga. Nei, það var ekki þannig. Nei. Það bara okkur vantar vogarafl og að ég ætla að færa okkur hingað og þá verið að nota söguna með þessu skilningi til þess að komast okkur. Já, sagan er mjög öflugt valdbeitingatæki. Algjörlega. Svona, ég hef verið að pæla í mjög mikið nýverið miðlun sögunar og í rauninni hvað það spilar stórt hlutverk í svona pólitísku samhengi og þú veist og það hefur þetta hefur verið rætt innan sagnfræðinnar held ég veit ekki hvort að sérstaklega í samhengi við innan svona í Rússland Pútín var gerðist pínu sagnfræðingur áður en hann réðst þarna og bjóð til einhverja sögu
sko, eða í rauninni, endurskapaði sögu til að passa við sitt narratív. Við áttum hennan góða tíma og svo mistum við hann og nú ætlum við að sækja hann aftur. Já, einmitt. Make America Great Again. Já, það er í rauninni svipað konsept, sko. Þannig að, að nýta söguna sem svona réttlætingu fyrir aðgerðir stjórnvalda. En hvað gera sagnfræðingar í því? Þeir bara að sitja til hlés? Nei, við erum alltaf gagnrýnendur. Já, alltaf nóg að gera. Þannig ef að það er eitthvað svona undarlegu sögurskilningur, sem augljóst er að fólk er að hliðra eða svona einfalda söguna, kannski, þetta er nú svona sagan þannig að maður getur sagt alls konar, búið til alls konar samingi á þess að vera beint að segja neitt ránt, sko. Það er bara samið, maður segir að ránt í samingin. Já, maður bara velur. Eins og það er á ensku cherry picking, bara velur það sem að hendar, tekur það úr samhengi. Það er alltaf hægt að nota allt á sitt vald. En eiga þá sagnfræðingar að segja, nei, halló, sagnfræðistofnunin, hún er ósamála þessum sögurskilningi. Eða er þetta svona eitthvað svona hlutleysis hugmyndi að við rannsökum þetta bara og erum bara inn í okkar háskólasamfélagi og hvernig niðurstöður okkar eru nýttar, kemur okkur ekki við? Svolítið flókið. Já, ég held að ég veit ekki, allavega ef ég væri sagnfræðingur og mín rannsókn væri í rauninni verið að beita henni, ég er sagnfræðingur, það er rétt. Formlega tækla sér, það er starf ekki sem slíkur, en ef það væri verið að beita í rauninni minni rannsókn til að réttlæta hluti sem ég væri ekki sammála, þá myndi ég náttúrulega standa upp og segja og mótmæla því, sko. Það er af því ég held að eitt af það sem að lærir mjög snemma í sagnfræðinni er að algjört hlutleysi það er ekki til. Bara með því að velja þér viðfangsefni að þá ertu að taka afstöðu, ákveðna afstöðu. En það er bara spurning hversu langt þú gengur í rauninni, þeirri hlutrækni að þannig. Og túlkun á val og heimildum líka alveg. Allan að persónulega fyrir mér að þá held ég að vera einhver svona hlutlaus sagnfræðistofnun óháð samfélaginu, það er ekki raunhæft. Þú megi leyfa sér að vera þáttakandi í samfélagsumræðu. Já, algjörlega. Og hver einasti sagnfræðingur má eiga sínar skoðanir. Einmitt, það er alltaf fjölbreyttur hópur. Og alltaf bara eðli vísind að fólk mun hafa ólíka rannsóknir og mun skora okkar annað og mæla gegn öðrum og þannig þróast vísindagreinin og þróast fræðin. Þannig þróast fræðin og háskólinn, en svo er þetta líka hluti af samfélaginu, en það er spurningum hlutverk háskólans og fræðana í samfélaginu. Bara með svona hvort að eiga að hafa beint inngrip. Nei, ég veit ekki, ég velti stundu fyrir mig núna, tekja eitthvað dæmi bara utan sagnfræði, til dæmis umræðu hér hælisleitendur og flóttafólk. Mér finnst vaða hér upp í stjórnmálaumræðu og bara umræðu í fjölmiðlum alveg ótrúlegt. Það er bara byggt á einhverju sem einhver taldi sig hafa lesið í einhverju dönsku blaði einhver tíman. En ég myndi vilja sjá bara háskólan stíga inn í þetta og fara bara út í hefði rannsóknir á stöðu innflytjendaeyjarna og framlagi til samfélagsins og leggja eitthvað til. Þannig að verða eitthvað grunnur undir vitran umræður, sko. Það verður náttúrulega óskandi. Það er ekki bara að setja hjá og segja að þetta er allt saman falsfréttir, komdu það bara með eitthvað. Og líka að því að við varum að tala söguna, sem kannski á ekki við yngri sagnfræðinga. Þegar fólk er búið að vera lengi í fræðunum, þá byggir það hægt og býtandi upp svona mikla yfirsýn og þá er það kannski hæft til þess að koma með svona samingi, að tala svona stórt samingi hlutana. Mér finnst það mætti vera meira því úr sagnfræðinni. Af því að í sjálfu sér þá er erfitt að raða svona leikmann út í bæ. Að raða þinni rannsókn og ég fengi hérna heildamynd út úr þessu, sko. Þetta er bara svona kjúriósa sem ég hef skoðað. En þetta er gaman að vera í svona svolítið átökum svona stórsögurnar og stóru þræðina í sögunum sem ég held að svona almenningur og stjórnmálafólk og fólk kannski á öðrum greinum er til að vera meiri þáttakatur í. Já, algjörlega. Ég held að svona oft allavega í sagnfræði heiminum núna að þá er mjög mikill fókus á svona einmitt smásöguna og sem er svo sem árétt á sér og er flott og getur oft verið mitt skemmtilegt. Og einsöguna? Já, einsöguna mitt. Algjörlega. Og en einmitt, en það einmitt, ég veit ekki hvernig væri hvernig var hægt að búa til eitthvað svona stórt narratív sem væri, það eru náttúrulega til sagnfræðirannsóknir sem eru svona einmitt meira svona yfirgripsmeiri og svoleiðis, sko. En það er spurning hvernig er hægt að miðla því til almennings. Já, það er líka bara einhvern veginn
að mér finnst einhvern veginn vera búið að gera þetta. Þú veist, þetta var svolítið svona það sem var vinsælt að gera snemma á 20. öld, eða miðja 20. öld, að búa til svona grand narratífu og núna erum við einhvern veginn bara kannski sem fræðimenn komið með leið á því. Þú varst ekki til að miðja 20. öld. Hvað segirðu? Þú varst ekki til að miðja 20. öld. Nei, ég veit það. En við höfum lesið allar þessar rannsóknir, skoðað þær sko. Og þetta er það sem okkur er kennt allavega á fyrsta árinu er þessi stóra samhengið sko. En alltaf endur þetta ekki sig cirka 70 ára fresti þannig að líklega komið tími á þetta aftur. Já, algjörlega. En það eru líka ákveðnar rannsóknir sem að koma inn með auka eða eitthvað sem að vantaði á þeim tíma. Til dæmis konur sem kjósa var náttúrulega rosalega yfirgripsmikið verk sem að nokkrar sagnfræðikonur skrifuðu og þessi stórsaga í rauninni en þá bara konur frá, hvað var það, frá 1918? Já, það ekki? Það bil. 1915, já. Það er smáræði að segja sögurnar af upprisu kvenna og frelsisbaráttu þeirra síðustu 100 árin. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er eins og símaskar sko. Ég hafði þetta heima, þetta er alveg risastór bók, rauð og falleg. Það er líka hengjana á eitthvað svona þráð, hvað var það sem að gerðist? Og það eru margar svona sögur sem við erum að glíma við. Uppgangun nýfrjálshyggjunnar, var það vegna þess að andstaðan gafst upp fyrirfram eða var það vegna þess að það var svona mikil sigur hugmyndabaráttunnar eða var það kannski sigurinn að sá að þeir bara drápu andstæðingarna í Suður-Ameríku og Indónesíu. Það er eftir að alls konar stórsögurnar sem eru óleystar sko. Jú. Náttúrulega miklu meira í dag eins og með þessa bókonu sem kjósa verið af yfirfæra þessar rannsóknir yfir á einleika og samfélagshópa og marga þætti sem kannski hafa ekki verið mikið skoðaðir áður. Það teknir með í reikningin sko. Já. Það er nýr vinkill á hlutina. En það er sem að hafa fengið að vera með í sögunni. Já. Vissulega. Mjög selektíft. Já, algjörlega. Þröng hurð sem algjörlega. Þið hafið engan áhuga á samtímanum eða 20-stöldinni þið eru sko 18-stöldinni? Já. Það er einn túlkun á því. Hvað eru þið því að þið eru með, þetta er málþing og þið eru með erindi? Vissulega. Má ég byrja þér Unnur? Já. Legorðsbrot, staða foreldra og trúnaðarsamband? Já. Þetta er í rauninni bara, mér langaði svo að skoða óskilgetinn börn, þá sérstaklega, ég veit ekki alveg af hverju ég valdi það. Ég var bara eitthvað að skoða prestþjónustu bækur eins og maður gerir og vildi reyna að nýta þessar mjög góðu heimildir og mér langaði svo að skoða 18. öldina því að hún hefur verið svo lítið rannsökuð og það er eiginlega enginn að skoða hana nema bara ég og kannski einhverjir tveir aðrir ungir sagnfræðingar held ég og svo aðeins eldra fólk og já, mér fannst þetta bara að því að mér langar svo að skoða aðeins minnihlutahópa á þessum tíma af því að það sem við vitum söguna á þessum tíma er náttúrulega bara aðalinn og kaupmenn og amtmenn og eitthvað svona og ég bara var komið með smá leið á því. Langaði að skoða aðeins minnihlutahópana og þau sem að minna máttu sín og þetta var náttúrulega fólki sem var að eignast börn utan hjónabands var í flestum tilvikum fátækt vinnufólk eða vinnukonur sem áttu börn með bónda til dæmis og þetta er fólk sem fekk líka eigast þannig að það hafði ekki efnartað stöðu til þess. Hafði ekki stöðu til þess, hafði ekki dæmt til geldlífis, eftir sagt. Já, í rauninni. En það er ekki hægt að dæma fólk til geldlífis, að ástin er... Já, einmitt, það er náttúrulega bara... Kynnorkan er sterk. Svo er náttúrulega fólki, eða konum sem var nauðgað. Hvað segirðu? Svo er konum sem var nauðgað. Já, það er erfitt að segja til það í gegnum svona heimildir, sko. Nefnum að viti af, eða það hafi verið dómsmál til dæmis, þá kannski en maður veit aldrei í þessum heimildum að þetta eru svo mjög ópersónulegar heimildir. Það sem ég er að skoða er eins og bara prestþjónustubækurnar, þar sérðu bara skráð óekta barn, segjum bara Guðrúnar Jónsdóttur, vinnukonu á X-bæ með hennar barnsfaðir Jón Jónsson á X-bæ. Þannig að það var gert að benda á barnsföður sinn? Já,
og suma konur lögu það. Oft var það bara, já, einmitt einhver Jón Jónsson og það ekki þetta að finna þennan Jón Jónsson, sko. Þannig að það hafi bara verið eins og Karl Karlsson. Já, í rauninni, þetta bara, þú veist, það voru svo margir Jón Jónssoni, þú veist, ef þú reynir að leita á Jón Jónsson á Íslendingabók, þá ekki nóg að setja bara fæðingarárið, þú verður líka að setja titil og eitthvað svona. Það eru svo margir. Afi minn Karlsson vegna þess að hérna, það veit ekki hver pabbi hans. Já, einmitt. Þannig að þetta eru svona þannig sögur og svo var ég líka að skoða þetta í samhengi við, þú veist, öll harðindin sem voru á tímanum. Náttúrulega móðuharðindin sem allir þekkja. Svo var líka rosalega mikið harðindatímabil á 1750. Mikill hafís og bara mjög kalt í veðri, blautsumur og mikil hungursneið á þeim tíma. Og svona hvernig hungursneið hefur áhrif á fæðingatíðni og þá líka frjósemi og allt það. Og þá mjög áhugavert að sjá að óskilgetni, tíðni á óskilgetnum börnum var bara helst bara eins, hún var ekkert að breytast sem mjög áhugavert af því að á hungursneiða tímabilum þá náttúrulega dettur niður kynhvöt fólks af því að það bara einblína sér að því að lifa af að borða og, já, það er þannig, það er bara líffræðilegur eiginleiki okkar að við bara kynhvötin bara dettur niður og þú ert bara einbeitaður að því að lifa af. Og þá falla líka fleiri niður í fátækt, þannig að fjöldin sem er líklegur til þess að vera með óskilgetu börn getur fjölgað, eða ekki á sama tíma? Ekkert endilega, af því að það náttúrulega falla svo margir frá og hungur gerir í rauninni voðalega lítið mun á stétt, sérstaklega á Íslandi af því að það var bara mjög lítið aðgengi að mat og á þessum tíma voru, minnum mig ekki neinn dönsk skip á leiðinni til landsins. Þannig að það var bara engin matur í landinu nema fyrir þá sem voru alveg mjög ríkir en þegar að svo margir fjallu frá þá losnaði mjög mikið jarðnæði og þeir sem voru fátækir fyrir og lifðu af þeir komist að og fengu jarðnæði og gátu komið sér upp búi og eignast fjölskyldu og stofna fjölskyldu og átt börn ekki í lausaleik. Það bætir meðaltals kjör í stöðnu samfélagi að fækka. Já, þannig að maður sér það sko í þeim tölum sem ég tók saman er að eftir móðuharðindin þá lækkar óskilgetni niður alveg svakalega og fæðingatíðnin, almenn fæðingatíðni fer upp alveg svakalega. Þannig að það endurspeglar þetta að fólk fær jarðnæði og hefur efni á því að stofna fjölskyldu, koma sér að. Og fer reynir það, þangað til að næsta herðaverði kemur og þá leysast fjölskyldunar oft upp og fólk er aftur í vinnumennsku. Nákvæmlega. Þetta var gangur lífsins svolítið á þessum tíma, sérstaklega frá 1750 til 1800 þá var svo mikið það var líka Kötlugos minnum við 1766 og já, ef maður skoðar annála, það er bara harðindi eftir harðindum og bara það hættir ekki einhvern veginn ekki að fólki, en svo náttúrulega svo er ég að skoða þetta fólk líka í meistarritgerðinni minni þá börnin sem fæddust á þessu tímabili fara svona í einsöguna skoða þetta fólk og í rauninni þá bara gekk þeim ótrúlega vel miðað við hvernig ástandið var í landinu. Flestir náðu sér vel á strik sko. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvað fólk þeir sem að fæddust á þessu tíma þessi börn sko sem að ég var að skoða og það er alveg ótrúlegt hvað fólk kom sér vel á strik sko þrátt fyrir öll þessi harðindi og erfiðleika. Af hverju? Það er bara mjög ýmislegt þetta er svo margbreytilegt sko. Sum náðu að koma sér í hjónaband með einhverjum sem var aðeins betur settur. Það er nú mjög algengt á þessu tíma. Aðrir fóru bara í húsamennsku. Eldri maður giftist yngri konu og svo deyr hann og þá þarf hún að halda búinu áfram og finnur sér þar yngri mann sem er betur til verka heldur en jafnaldrennar og svo gengur þetta svona mjög áhugavert að sjá þetta sko. Já, það gerist alveg. En svo gerist það líka stundum að hún bara gifti sig
aftur, hún bara nógu vel staðið til að geta halda búinu sjálf, fær kannski son sinn til að vera fyrirvinna fyrir búinu, þegar það var verið að allavega íta á það að konur væri með fyrirvinnu þótt þær væri alveg frekar sjálfstæðar sko. Þetta ekki búið. Herðu, Þórey, þú varst að skoða karlmennskuna? Já. Á 19. öld? Já, ég einmitt ekki á 18. öldinni. Já, ég var að skoða svona birtingamynd karlmennskunar í lærðaskólanum á seinni hluta 19. aldar. Og já, ég vann þetta aðalega út frá heimildum sem heita Árbækur lærðaskólans, sem ólíkt heimildunum hennar unnar eru sko mjög persónlegar. Þetta eru í rauninni annálar sem þeir skrifa Hvorum annan? Hvað segirðu? Hvorum annan? Hvað sem þeir skrifa hvorum annan? Já, og sjálfan sig og þetta er bara lífið í lærðaskólanum og þessum heimildum er ekki þeim var ekki ætlað að koma undir augu annara en skólapilta. Þannig að það er mjög mikið slúðri og í rauninni ósiðlegum hlutum sem koma þarna fram. Hvað er ósiðlegi hlutir? Bara þeir lýsa, kynlífi og bara í rauninni svona hegðun sem sæmir kannski ekki fyrirmynda mönnum eða þannig. Og svona, ýmsum ólátum og þetta er mjög áhugaverð lesning þessar árbækur af því að þeir eru ofta að grínast, þetta getur verið mjög fyndið en svo er þetta oft mjög meinfísi líka þegar maður sér alveg að það birtist einelti þarna á síðum þessar bóka og ýmislegt og ég fann þennan fjarsjóð sem að þessar árbækur eru og ég ákvaða að nálgast þær með svona kynjafræðilegu sjónarmiði. En er þetta traustar heimildir eða ertu að fjalla bara það hvernig þeir töluðum og ráða í þeirra karlmennsku hugmyndir út frá því hvernig þeir tala? Eða... Já, sko, þetta er kannski ekki... Hvað eru slúður ábyggileg heimild? Sko, já, það er nefnilega málið, sko. Það er það sem er svo áhugavert við þetta. Þeir eru án efa, að ýkja og maður myndi ekki taka þessu bókstaflega sem þeir eru að segja, sko, alls ekki. Þetta er ekki þannig lesning, sko. En þeir eru samt, það er örugglega eitthvað, náttúrulega þetta er byggt á einhverju, þannig að það er svona eitthvað hægt að lesa á milli línana. En það sem þeir... Fjöður. Einmitt. En það sem þeir kjósa að segja lýsir ákveðin hátt þeirra viðhorfum til eigin karlmennsku og í rauninni samfélagsins sem þeir tilheyra og þeir sinna stöðu innan þess samfélags sko. Maður sér hann alveg þó að þetta sé svona í gegnum sko í rauninni sögur sem gæti verið að einhverju leyti legarsölu. En hugmyndir þeirra karlmennsku, eru þær mikið ólíkar hugmyndum manna í dag karlmennsku? Já og nei. Það er nefnilega eitt sem er svo skemmtilegt, sem ég þótti mjög skemmtilegt í vinnslu þessar rannsóknar, að karlmennskan er svo margbreytilegt fyrirbrigði og það eru alveg þræðir sem hafa lifað til dagsins í dag í hugmyndum karlmennsku, en svo eru aðrir aðrar hliðar þeirra hegðunar sem tengja má við karlmennsku sem hafa ekki lifað sko, og eru talsvert ólíkar því sem við þekkjum. Eins og? Maður upplifir svona meiri tilfinningarlegri nánd á milli þeirra. Þeir eru svona, ég allan að fékk það á tilfinninguna, þeir eru oft svona opnari við hvern annan með svona og tilfinningar hluti og svo er líka þeir þeir eru líka svona viðhorf þeirra til kvenna eru svolítið öðruvísi. Þeir eru með mjög svona skilgreina konur mjög mikið út frá stétt og þeirra viðhorf til kvenna eru mjög ólík því sem að kannski má sjá í dag, en samt líka lík. Það er þeir eru álita konur svona óæðri sér sem hann alltaf hefur minnkað í dag.
en já, en þeir einhvern veginn líta á yfirstéttakonur sem svona hálfgerðar prinsessur og eitthvað sem þarf að vernda, upphefja þær sko, en svo lágstéttakonur eru bara svona einmitt pínu til kynferðislegra afnota eða þannig sko, og einmitt þessi tvískipti skilningur myndi ég halda er eiginlega farin í dag sko, þannig að já, það er og upphefja mæður sína líka? Já, jú, það er, já. Móðir megi að mella. Já, maður verður samt ekkert mjög var við það í árbókunum, sko. Þeir tala ekki mikið mæður sínar eða þannig, sko, eða þeir náttúrulega eru úlingar og eru kannski svolítið að brjótast frá, þú veist, fókusin er ekki á mömmu lengur, sko. Þannig að þeir eru miklu meira að pæla í stelpum, einhvern veginn, og stelpunum í bænum og hvernig þær eru og hvað þær eru að gera og svona, þú veist. Þannig að maður verður ekkert voða var við sko móðurímyndina, en föðurímyndin, hún er mjög mikið til staðar, af því að þeir eru einmitt í lærðaskólanu sem á þessum tíma var árabilinu sem ég er að fjalla og þá er hann staðsestur þar sem MR er í dag og þeir eru þetta var aðal samkomuhús bæjarins á þessum tíma og fínasta húsið og einmitt og kóngurinn kom þannig í heimsókn árið 1874 og það var alltaf haldnar sko konungsháttíðir þarna í þessu húsi og þá komu helstu mektarmenn landsins og fögnuðu kónginum og og þeir eru í þessu umhverfi og þeir hafa þessar föðurímyndir í kringu sig sko. Þannig að það er svolítið eins og föðurímyndin hafi verið svona svolítið sterkari heldur en móðurímyndin. Hvað gerum við þetta? Það er góð spurning. Þetta er svona, eins og þú talaður þetta er svona pínu kjúriósa bara. Sérstaklega, já. Þú sér samt svona þræði í einhverjum karlmennsku hugmyndum sem sömuleyti ganga bara aftur og aftur, sko. Já. Og það er ekki þannig eins og við séum öll með sömu karlmennsku hugmyndina í dag. Nei, einmitt. Mér finnst oft, einmitt, í umræðum karlmennsku í dag og svona, og einmitt, maður er orðið var við svona, einmitt, pínu bakslag í kynjaumræðinu og svoleiðis og oft þeir sem að tala fyrir kannski svona pínu tæpum karlmennsku hugmyndum að þeir tala alltaf eins og þetta hafa alltaf verið svona og þeir tala alltaf eins og karlmennskan sé einhver fasti sem er óhagganlegur en mér finnst eins og þessi rannsókn og bara, ef maður lesir til bara samfélög og fleira og þá veit maður að það er ekki rétt. Karlmennskan er mjög margbreytileg og miklu, hún er alltaf einhverju leyti líffræðileg en að miklu leyti menningarleg og og mér finnst eins og fólk kannski mætti taka frá þessari ritgerð minni að karlmennskan er menningarlegri þáttur heldur en margir gera sér grein fyrir og bara kynja hlutverk almennt. Hún hafi ekki bara verið svona genískur fasti og svo hafi hún úrkynjast á tímum síðustu áratugum og svo kemur Jordan Peterson og reisir hann að við einmitt. Það er náttúrulega algjört, alveg glórileg. Þannig, Herðu, Kolbeinn, þú fórst að telja til eigur vinnuhjúa í Skagafirði? Heldur betur. Já. Og kom í ljós að þau áttu miklu meira heldur en maður hélt? Já, að mörgu leyti, náttúrulega sum voru viss. Sko. Ég hef alltaf brennt mikið fyrir því að skoða einst fólk og einstaklinga og ég byrjaði þessa rannsókn á því að ég hafði skrifað kannski nokkrar ritgerðir í áföngum í háskólanum í náminu mínu. Það sem að ég var að skoða æviferils fólks eins og í kringum heimildum líkt á dánabúum, bara hvað þau skildu eftir sig og hvað var metið og mikið og það vaknaði upp hugmynd hjá mér að greina betur fjölbreytileika vinnuhjúma því en hefðbundna söguskoðun á vinnuhjúum er svolítið það að fólk lýsir þeim svolítið eins og verkafólk í dag eins og það hafi verið svona ákveðin stjætt og þau hafi flest búið við mikla fátækt og undirokun og harða lífsbaráttu og vissulega mörg gerðu það en markmið með rannsókninni minni var að greina betur hversu margslunginn hópur þetta var út frá þáttum líkt og kyn og uppruna og æviferils og fjölskyldu og þetta og aldurs sérstaklega og ég tók þá fyrir 50 þannig dánabú á
á tímabilinu 1840 til 1870 og út frá því að tók ég 16 einstaklinga þar til svona frekar lífsferils athugunar og var þá að bera saman hvað þau áttu við hvernig ævi þeirra hafði verið. Og þá komst í ljós að það var allur gangur á því og í rauninni voru skilin milli þess að vera bóndi og vera vinnuhjú, þau voru oft á tíðum mjög þunn eins og mikið af ungu vinnufólki kannski komu af stórbíla, af efnum foreldrum og hefðu kannski með öllum líkindum hefðu ekki dáið títusaldur stofna bíli seinna meir og margir voru á þeim tíma að safna skepnum og kannski ný gift og En vinnuhjúin áttu kannski nokkrar skjátur, áttu einhverja hluti vissulega, og það var eiginlega svona ég veit ekki, einhver leiti þá var búið svona eins og í svona áttina einhverju samvinnu rekstri þótt að hafi ekki verið það. Jú. Það ekki alveg gott að horfa á þaðan eins og að horfa á þetta sem launagreiðandi og vinnumaður. Já, og á sama tíma náttúrulega allur gangur á því hvernig launin voru útfærð. Þetta ekki svona hefðbundna peningagreiðslur eins og í dag og þetta voru oft samkomulag milli bónd og vinnuhjú og sumir húsbændur gátu verið mjög góðir og náttúrulega bændur gátu líka verið misefnaðir og það náttúrulega hafði mikil áhrif á margt. En sum vinnuhjú vissulega kannski glímdu við harðindi allæfi og voru bara vinnuhjú allæfi. Önnur hefðu með öllum líkindum stofnað bíli seinna meir. Sum eldri vinnuhjú voru eitt sem bændur en bara brugðu búið seinna meir og voru þá misjafnlega efnuð og aðrir bara höfðu verið vinnuhjú og bara lifa gegnum harðindi og eilífðarlífsbaráttu allæfi. Þannig að var mjög fjölbreytilegt. Það var helsta niðurstaðan. Og flókin svona hag samskipti að ég bý hjá þér og ég slæ eitthvað tún en ég mínar skepnur að einhver leiti líka. Jú, að því margir litu... Það er eiginlega vonlaust að skilja þetta þegar maður að reyna átt að segja þessu. Jú. Við getum ekki endurtekið þetta. En svona, mín helsta niðurstaða var að það er betra að líta á vinnumennsku á þessum tíma sem ákveðin starfsgrein frekar en ákveðin samfélagsstétt að því það var svo rosalega mikið flakk á milli þeirra. Vinnuhjú gátu orðið bændur, gátu orðið vinnuhjú aftur, bændur gátu brugðu bíl og orðið vinnuhjú. Allur gangur á því í rauninni. Þetta kemur inn á sem er kannski svona einföldu sögunar að svona kannski undanfarin 20-25 ára þá hefur svona hugmyndun vistabönd og vinnuhjú sem voru dæmd til geldlífis, allir áttu sér draum að búa sér til einhverja fjölskyldu og svo kom aðeins skárri tíð eða einhvern hallæri þannig að losnaði eitthvað heiðabíli og þá fórum við upp á heiðina og vitandi það að það kæmi hart vor þá yrðum við að bregða búi en við lifðum þó einhverju sjálfstöðu lífi á heiðinni í 6-7 ár og röktu svo aftur inn í vinnumennsku og töpuðum sjálfstæðin okkar og börnunum var dreift yfir á annastu bæi og svona, þetta vera svona sagan sem að ég fengi fólk sem er að tala að við ættum kannski bara að fara að horfa á þessa sögu vegna þess að við erum bara með innbyggða geníska áfallastreitur öskun á því að hafa að lifa þennan tíma. Algjörlega. Það mætti segja, já. Örugglega, algjörlega. 100%. Við erum náttúrulega afkomendur þess fólk sem að liði allt þetta harðari af, sem er náttúrulega bara ótrúlegt þegar maður heyri lýsingar á því hvernig ástandið var í landinu. Bara ótrúlegt að einhver hafi lifað þetta af, Bara harðind og eftir harðindi, hver eftir eru. En þá getur líka skiljanlegt að við viljum bara ekki heyra, þú veist, svona 1-2 kynslóð við viljum bara heyra ekki orð þetta, Já. Þegar við sluppum. Getur það ekki verið það sé svona... Það er alveg líklegt, Því að við getum ekki byggt á einhverjum hörmungunum, áfallinu. Já, ég sé þetta samt meira sem svona, við erum eins og Fönixinn, Við rísum upp öskunni, Við lifðum þetta af og við... Það er nú einn góð sagan að við hafum harð barátta við náttúruöflin, að við gert okkur svo harðger að við getum eiginlega hvað sem er. Já. Já. Það, ég trúi því, Harðar aðstæður. Við erum allan mjög harðbyggt fólk, tel ég, Við erum mjög... Hvað duga það í marga kynslóðir? Já, það er góð spurning. Það er mjög góð spurning. Við þurfum kannski að spurja íslenska erfðagreiningu eða eitthvað. Ég þekkti einu svona ættfræðing sem nú fyrir miður fallin frá og hann var ofta, hann hafði sérstaklega áhuga á svona ættum og ég menna hann tók einhvern svona dæmi af Tórsættinni og svona típisk ætt þar sem að Tóri Jensen var auðsólega einhver afburða maður, hvernig, þú veist, ég er ekki sem fyrir góðu maður en hann gerði óa margt.
svo svona næsta kynslóð, náði svona haldi í horfinu, en þriðja kynslun alveg glötu sagði sko. Þið kannist við þessa hugmynd. Þá er ég að hugsa með þetta viðsjöum herta barátuveld og ísa. Er það ekki löngu farið úr okkur? Búin að vera í ég held að það fæsti kókaböfskynsluðum kom og ég ráði sem þess að fóreldrar eitthvað. Ég held að það fæsti svolítið í okkur sko. Þetta mótar einhverja sjálfsmynd algjörlega sko. Ég held að það sé kannski meira það að einhvern veginn þessi áföll að við erum með ákveðna hugmynd hvað við erum út frá þessu sko. Og hún fæsti sig í menningunni og það dreifist milli kynslóða á einhverju leyti sko. Ákveð svona minni kynslóða. Hún getur líka verið neikvæð að við göngum með svona áföll inn í okkur og við séum kannski auðveldra með að beygja okkur undir vald. Það er önnur svona kenning sem það fer örugglega bara eftir því hver það er sem að skoðar eða hvernig þú sérð. Þú situr ekki sem vinnumæður inn í baðstofunni á stórbóndanum og segir hann sem bjáni. Þannig að við erum bara með inngrófi líka í það að bara svolítið og líka bara harm okkar hljóði, það er nú líka sagt En ég held reyndar að það sem ég er að tala núna er svolítið sín sem við höfum á söguna og eins og þú varst að benda á og þá er oft breytið sagan þegar maður horfir á hana. Það var ekki alveg þannig að það var sálgæsla, við vorum ekki öll svona kaldranarleg og hert. Nei, það er kraftur afturlitsins. Það var meiri mennska í samfélaginu var. Herðu, þú ert búið með meistaraprófið, ætlar að fara að starfa sem sagnfræðingur? Ég er eins og stendur að starfa á Þjóðskjalasafni Íslands sem skjalaverður. Ég vil skilja þar, þannig að... Er það draumur sagnfræðingsins að vera skjalaverður? Tja, það er umdynalegt. Vera innan skjölin. Já, og hver veit hvert þú því farið í doktorinn seinna meir, en það er bara framtíðin að gera. Þú ert að stefna á meistararitgerð? Já, ég er vonandi að fara skilinu núna áramótin ef allt gengur upp, en það er hægar sagt en gert stundum. Þú ert að halda framjá með ykkur allt annari grein? Já, í bili allavega, já. Komin í hvað? Ég er að læra japansku núna og það væri, draumurinn er að fara mögulega í japanska sögu í master eða í einhverjum svona þýðingar á mér þætti mjög gaman að geta þýtt sagnfræðilegar heimildir til dæmis, Nihon Shoki og einhverjum svona bækur. Herðu, gaman að fá okkur Unnur, Þóri og Kolbjörn spjalla eins þess að þeir að gera og sagnfræðina og málþingið sem er á sunnudaginn. Já, á laugardaginn. Laugardaginn skal það vera. Gangi ykkur vel með það. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið og Maríu Lilju fyrir að hjálpa mér við að taka viðtölin. Pétri Fjellsteð og Laufeyju Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrst og fremst sem hafið setið eða staðið, ég veit ekki það, og hlustað eða hort. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getur verið virkir þáttaköndur tennanátt, annars vegar með því að bara benda vinum og vandamunum á efni sem ykkur líkar hér. Sagt frá því að það með finna efni okkar á Facebook, á YouTube, Bjöllun Háðarsveitum, í útvarpinu, 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu og svo er líka að sækja þær útvarpsendingar á spilarann, bæði á netinu, spilari.is og svo spilar líka app sem að maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, þar sem er net á annað borð og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppinn að skipta við síman, fjarskiptafyrirtæki síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski, veit ekki, eftir vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki sjá vilja bjóða sínu viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðru þáttum samstöðunar. Þið getur bent á þetta en svo hluti af áhorfendum, stór hluti, hefur ákveðið að leggja samstöðunni lið og átta sig á því að því fleiri sem áskrifendur eru því meira efni búið til, allir peningar sem hingað koma inn fara í því að búa til búa til efni fyrir sig. Þannig að ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur ítt á hann og skráði fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og þau sem er kjósa geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni hvort að áhorfendur og áheyrendur geti byggt sameiginlega upp öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil á Íslandi sem að ríkir kallar
geti ekki náð undir sig. Sjáum til hvernig það gengur, en ef þú kannski löngu búin að ákveða að slást í hópinn, þá hvet ég til þess að gera þess að fyrst, því það hjálpar okkur til þess að móta svona vetrardar svona. En þetta er nóg í bíli, ég ætla að segja góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 16, klukkan 4 í eftirmiddaginn, að þá höfum við það sem við köllum vikuskamt, það sem við förum yfir fréttir vikunar með góðum hópi fólks. Góða nótt í bíli. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.